Komið öll sem sæl og góðan dag og velkomin til þessa 19. fundar sveitarstjórnar Múlaþings sem haldinn í fjarfundi 12. janúar 2022 klukkan 14. Fundurinn hér með settur. Fyrir fundinum liggja 22 númeruð mál og það ekkert því til fyrirstöðu að ganga til dagskrár og mál 1 þá aðalskipulagsbreyting, Djúpivogur, ný vegtenging, útrás og hreinsivirki. Það liggur fyrir bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 5.1.2022 þar sem því vísað til sveitarstjórnar að fyrirliggjandi skipulagslýsing vegna fyrirhugaðra breytingu á aðalskipulagi Djúpivogshrepps fyrir nýja vegtengingu og fráveitumannvirki verði kynnt í samræmi við ákvæði skipulagslaga og fyrir fundinum liggur eftirfarandi tillaga. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs að fyrirliggjandi skipulagslýsing verði kynnt í samræmi við ákvæði 30. greinar samanber 1. málsgrein 36. greinar skipulagslaga númer 123/2010 skipulagsfulltrúa falin framkvæmd málsins. Þessi tillaga liggur fyrir fundinum og orðið laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Hildur. Já, takk forseti og ágætu fundarmenn. Þetta snýr ekki beint að þessu verkefni heldur svona frekar kannski verkefnum hitaveitunar almennt en eins og við vitum öll þá liggja stóra framkvæmdir fyrir í öllum kjörnum og við vorum að ræða þetta með Skúla Björnssyni sem situr í stjórn hitaveitunar og hann kom með þá hugmynd hvort það væri ekki gott að halda fundi á hverjum stað til þess að kynna fyrir íbúum fyrirhugaðar framkvæmdir og kostnað við þær og svo framvegis, hvort að það væri ekki gott af því að þetta eru risastór verkefni sem eru framundan og íbúar kannski misjafnlega upplýstir hvað framundan. Langaði svona að koma þessu á framfæri. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Hildur. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Þröstur. Já, Hildur eiginlega sagði það sem ég ætlaði að segja en ég ætla aðeins að bæta við það að ég tek undir þetta með Hildi og kannski ástæðan fyrir því að kannski eins og margir hafa séð að það hafi verið smá blaðaskrif og umræða á félagsmiðlum hjá íbúum á Djúpavogi þetta að sem sagt hvort að yfirhöfuð þessi sameining hefði borgað sig og menn sæi ekkert gerast og ég held að þetta sé mjög mikilvægt til þess að við stöndum svolítið á tánum með það að kynna fyrir íbúum hvað að gerast í þessum kjörnum vegna þess að þetta svo ósýnilegt á meðan að þetta ferli í gangi í gegnum umhverfis- og framkvæmdanefnd eða í hitaveitunni að hvar sem það þetta svo langt ferli fyrir þessu stóru framkvæmdir að fólk kannski sér þetta ekki og ég held að þetta sé bara svona ágætis áminning með það að við stöndum svolítið á tánum með það að vera í góðum samskiptum við íbúa í þessum kjörnum hvað að fara í gang þar eftir þó það sé 1 eða 2 ár í það jafnvel. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þröstur. Orðið ennþá laust undir þessum lið. Það kveður sér engin hljóðs utan Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi. Gjörðu svo vel, Berglind. Já, takk fyrir. Hérna á Djúpavogi, það gríðarleg uppbygging á atvinnustarfsemi á Djúpavogi sem kallar á þessa styrkingu innviða. Og ég bara fagna þessum áformum sem liggja í þessari aðalskipulagsbreytingu með nýrri vegtengingu og fráveitumannvirkjum og hlakka til að fylgjast með þessari öflugri uppbyggingu áfram hjá þeim. Það náttúrulega mikið að gerast þarna og fyrst að fara að tala í rauninni að við þurfum kannski að upplýsa frekar og við erum náttúrulega með heimastjórn að benda fólki líka bara á að hafa samband líka við heimastjórn á Djúpavogi varðandi ýmis mál þannig að það kannski ekki allir sem átta sig á því að hafa bara samband og þá eru tekin upp mál sem að íbúar vilja sér tekin upp og þau fara þá bara til vinnslu í þeim nefndum sem að viðeigandi að setja því þannig að bara svona impra á því þannig að ef að fólki kannski finnst það ekki upplýst eða koma einhverjum málum áfram eða
eitthvað álíka, þá er þetta bara góð leið og ekki hika við að senda á heimastjórn líka og bara það frábær uppbygging í gangi og verður gríðarlega gaman að fylgjast með öllu því sem þar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Berglind. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel Helgi. Já, takk. Já, það var komið þarna inn á að óánægju einhverju á Djúpavogi með að sem komið fram á samfélagsmiðlum eitthvað að þessi sammenning sé litlu búin að skila Djúpavogi en þá og þar með að heimastjórn á Djúpavogi hefur ekki fundað með íbúum sem rétt. Heimastjórn hefur ekki fundað með íbúum en það stóð til í desember. Við sem sagt frestuðum því í haust vegna óvissu. Við vildum vita betur hvað væri framundan sérstaklega hjá HEF. En svo frestaðist það í desember og við ætluðum að halda hann í fyrradag með sveitarstjórnarfundi en COVID komið í veg fyrir það. Þannig að sá fundur hefur ekki ennþá farið fram til kynningar á þessum, eða meðal annars til kynningar á þeim gífurlegu framkvæmdum sem standa til á Djúpavogi. Og við höfum hitaveitu, fráveitu og svo allri uppbyggingu sem þarf á sér stað. En það er alveg rétt sem fram hefur komið á samfélagsmiðlum að við höfum ekki ennþá haldið fund með íbúum, sem miður. Takk. Takk fyrir þetta Helgi. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs undir þessum lið, utan Þröstur Jónsson sem nú gerir það öðru sinni. Gjörðu svo vel, Þröstur. Já, forseti, aðrir fundarmenn, ég reyndi að biðst afsökunar á því að ég gleymdi að segja þetta hér áðan. Og hitt var líka sem ég gleymdi að það var einmitt með þetta að þessi umræðu að þessi sameining hefði ekki borgað sig fyrir Djúpavog og ég því náttúrulega ekki sammála og það kannski eðlilegt að þessi umræða kom í gang bara út af upplýsingaskorti en ég vil bara nefna það vegna þess að þessar framkvæmdir þetta eru mjög metnaðarfullar framkvæmdir, ekki síst á vegum hitaveitunar og ég dreg það í efa þrátt fyrir að Djúpavogshrepur hafi verið flott sveitafélagi, bara dreg það í efa að það litla sveitafélag hefði haft bolmagn til að fara út í þessar miklu fráveituframkvæmdir. Þannig að þarna kemur fram berlega kostir þessar sameiningar að þetta virkilega hægt núna. Þannig að ég vil bara hnykkja á því aðeins að sameiningin að hún einmitt að sýna sig, að hún borgaði sig í þessu verkefni sem þarna farið í gang. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Þröstur. Fleiri hafa þó ekki hvatt sér hljóðs undir þessum lið. Ég sé ekki ástæðu til þess að lesa tillöguna upp aftur. En geri enginn við það athugasemdir þá líti svo á að hún sé samþykkt samhljóða. Og víkur þá sögunni að lið 2, afslættir af gatnagerðargjöldum í Múlaþingi. Það liggur fyrir bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 5.1.2022 þar sem samþykkt að veittir verði afslættir af gatnagerðargjöldum tilgreindra íbúðalóð á einstökum svæðum innan sveitarfélagsins árið 2022 og eftirfarandi tillaga liggur frammi. Þar sem fyrir liggur að ekki koma til verulegs kostnaðar sveitarfélagsins við gatnagerð svo unnt verði að byggja á viðkomandi lóðum, staðfesti sveitarstjórn Múlaþings samþykkt umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 5.1.2022 varðandi afslætti af gatnagerðargjöldum tilgreindra íbúðalóð á einstökum svæðum innan sveitarfélagsins. Umræddir afslættir eru ýmist tímabundnir og gilda fyrir árið 2022 eða ótímabundnir. Þar sem sveitarfélagið hefur samið sérstök framlög til húsnæðisverkefna skal afsláttur þessi teljast framlag. Þessi tillaga liggur fyrir fundinum og orðið laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel Berglind. Takk fyrir, forseti, góði fundarmenn. Ég ætla að biðjast afsökunar að hafa ekki byrjað svona formulega áðan líka. En undir þessum lið, ég bara fagna þessari bókun. Og okkur í sameinuðu sveitarfélagi Múlaþingi skortir verulega íbúðarhúsnæði. Og það alveg sama hvar í Múlaþingi litið til og það því mikilvægt að bregðast við því. Í þessari bókun þá staðfestum við afslætti af gatnagerðargjöldum tilgreindra íbúða.
Framhald verður þá afslætti á öllum lóðum í smærri sveitarfélögunum sem 50–80%, en einnig bættust við ákveðnar lóðir í Hallormsstaði, Fellabæ og Egilsstöðum. Það gríðarlega mikilvægt að bregðast við og finna hvað pólitíkin getur gert til þess að örva húsnæðismarkaðinn í öllu sveitarfélaginu. Það má nánast segja að ekkert laust húsnæði sé í boði og erfitt þá fyrir okkar sveitarfélag að taka á móti nýjum íbúum og fyrirtækjum sem okkar markmið. Fyrirtæki kvarta einnig undan manneklu og húsnæðist fáist ekki fyrir fólk sem vill flytjast búferlum austur. Ég fagna þessum afsláttum og til mikilvægt að skoða hvað við getum gert enn frekar ef afsláttirnir hafa ekki þau tilætluðu áhrif sem við vonumst til með að þeir hafi. Mér langaði bara rétt að koma inn á þetta. Ég bara fagna þessari bókun og ég heldur verðum að vera á tánum með hvað hægt að gera til að örva þennan markað ef pólitíkin getur gert eitthvað. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Berglind. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Hildur. Já, takk fyrir forseti og ágætu fundamenn. Ég bara fagna þessu að sveitarfélagi geti sýnt stuðningi verkið með þessum hætti. Við vitum að það bæði óhagkvæmt og erfitt að byggja á landsbyggðinni. Mig langar að biðja formann umhverfisráðs að fara þessi yfir sjónarmiðin sem lágu þarna til grundvallar þannig að það sé útskýrt fyrir íbúum hvernig þessir afslættir eru hugsaðir. En ég fagna þessu. Þetta gott skref. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson bregst við. Gjörðu svo vel, Stefán. Jú, forseti og ágætt að funda fólk. Það náttúrulega, ef maður fer alveg í grunninn á þessu, þá það þannig að gatnagerðargjöld eiga að standa undir kostnaði við gatnagerð sveitarfélagsins og því þetta mikilvægt að við öflum tekna, hins vegar ein leiðin sem við getum notað til þess að reyna að ýta undir byggingu og íbúðarhúsnæði að veita afslátt af þessum gjöldum. Það fari í það að ákveðinni skynsemi og þá að það sé einhver skýr sjónarmið á bakvið og að leiðarljósi og ég tel að svo sé í þessu tilfelli. Við förum bara í rauninni yfir sveitarfélagið eins og það liggur fyrir og það kannski ekki alveg sömu sjónarmiðin á hverjum stað, en ef við horfum til dæmis á Borgarfjörð sem skilgreind brothætt byggð og verkefni sem að sveitarfélagið aðilega að með byggðastofnun að vinna uppbyggingu þar og þá því talið rétt að veita þarna afslátt 80% af gatnagerðargjöldunum. Og það rétt að taka það fram líka þessi afsláttur, hann einskorðast ekki við það sem að götur eru tilbúnar eins og hefur stundum verið orðað. Það við listum upp allar þær lóðir sem þarna eiga þessi afsláttur á við og það eru þá lóðir sem að annars vegar gatan tilbúin eða það hægt að gera hana tilbúna með tiltölulega litlum tilkostnaði. Þannig að þarna eru allnokkrar lóðir undir á 80% afslætti. Seyðisfjörður sömuleiðis og það náttúrulega horft svolítið á stöðuna engum í kjölfar skriðufallan á Seyðisfirði og þeirra svona viðbóta þarfar fyrir íbúðarhúsnæði sem að var til við það svona eiginlega ofan á annað og þar með ákveðið líka að vera með 80% afslátt þar og það af þá lóðum kannski fyrst og fremst sem voru til og götur voru til fyrir og þar eru allmargar lóðir á þessum 80% afslætti. Djúpivogur, það í rauninni það sama þar. Það horft til hverfa þar sem gatnagerðin búin eða þá þarf litlu að bæta við en afsláttur þar settur 50%. Það hefur verið ákveðin vottur af þenslu á fasteignamarkaði á Djúpivogi þannig að verð hafa verið að fara upp og það alltaf verið að leita einhverju jafnvægi í þessu. Það kannski ekki, ef að húsnæðisverðið með þeim hætti að það á að vera hægt að byggja húsnæði og hafa einhverja fjármuni upp úr því fyrir þá verktakar sem að því standa, þá kannski ekki endilega ástæða til þess að við föllum of mikið frá þessum gatnagerðargjöldum af því að við þurfum á þeim að halda til að fjármagna okkar framkvæmdir. Þannig að það miðað við 50% og þar kannski að bætast við lóði núna með staðfestingu nýs deiliskipulags. Það sem fyrst og fremst nýtt í þessari samþykkt að það tekin gata á Egilsstöðum og veittur afsláttur, 30% afsláttur af Hömrum og það byggir fyrst og fremst á því að þar höfum við séð mjög litla hreyfingu að undanförnum. Við höfum verið að úthluta lóðum býsna víða á Egilsstöðum en lítið í Hömrum. Þar eru lóðurnar mjög stórar og fyrir vikið eru gatnagerðargjöldin býsna há vegna þess að þau miðað við hámarksstærð húsnæði sem leyft að byggja
Og því var ákveðið að prófa það að setja 30% afslátt, færa gatnagerðargjöldin af þessum lóðum nær því sem gerist og gengur varðandi lóðir fyrir einbýlishús á Egilsstöðum og sjá hvort að það dygði til að ýta við af því að við vitum það hefur alveg verið áhugi á þeim lóðum. Það er svona kannski bara þetta hefur kannski verið bara heldur hágjöld og vonandi sjá við einhver hreyfingu því. Svo höfum við verið að vinna með það að það eru veittir ótímabundnir afslættir af lóðum þar sem kannski það er einhver kannski mikið að segja galli en það er eitthvað við lóðina sem kannski gerir hana síður vinsæla eða ef það er kannski ein lóð eftir í götu og það þá þessir ótímabundnu afslættir og við bættum raunar við núna í Bláargerði tveimur raðhúsalóðum sem að hafa svona verið sem að hefur lítið verið spurt fyrir kannski fyrst og næst vegna staðsetningar en nú þá hægt að nálgast þær á 50% afslætti. Þannig að þetta er svona þessi megin sjónarmið sem þarna liggja að baki. Takk. Takk fyrir þetta, Stefán. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Eyþór. Já, forseti og annað fundafólk. Ég hef verið mjög hugsi yfir gatnagerðargjöldum í Múlaþingi allnokkurt skeið. Það er svona eitt sem ég langar kannski til þess að benda á í umræðinni að það er talað 80% afslátt á Borgarfjarðar gatnagerðargjöldum. Það bara svona til áminningar að 20 ár eða svo fyrir áður en Múlaþing var til þá voru ekki rukkuð gatnagerðargjöld þannig að mér þykir skjóta skökku við að tala afslátt af gatnagerðargjöldum. Upplifun Borgfirðinga er að þetta sé nú í fyrsta skipti sem þeir eru rukkaðir þau. En að því sögðu þá finnst mér ekkert óeðlilegt að það sé rukkað gatnagerðargjöld en já, þessi 80% afsláttur sem við erum að veita Borgfirðingum, hann er nú, menn líta nú ekkert á hann endilega sem afslátt því þetta er bara ný gjöld sem hafa ekki verið rukkuð. Og heimastjórn hefur nú bókað eitthvað á þá leið að þetta hefði nú verið ein sérstaða Borgarfjarðar að rukka ekki gatnagerðargjöld sem að hefur ekki haldist. Þannig að mér finnst nú bara líka út frá því sjónarmiði eðlilegt að veittur sé afsláttur á gatnagerðargjöldum Borgarfirði. Ég hef verið mjög hugsi yfir svona gatnagerðargjöldum almennt þegar að staðan á húsnæðismarkaðnum hjá okkur víðast hvar er með þeim hætti að það er erfitt að fá húsnæði, það er varla hægt að fá leigðan vegg á Egilsstöðum. Og þá ég nú bara leyfa mér aðeins að hugsa upp með ykkur og veit ekki ennþá hvort það sé góð hugmynd en ég bara velti fyrir mér hvort að til þess að fá smá innspýtingu í framboð húsnæði hvort að sveitarfélagið ætti að íhuga það að veita frekari afslætti af þessum gjöldum. Ég veit það ekki, var ekki búin að hugsa þetta til hlítar en mér finnst það hins vegar alveg vert að skoða það. En svo er þriðji punkturinn sem ég hef svona líka velt fyrir mér í þessu. Það er varðandi framkvæmdina á innheimtun á gatnagerðargjöldum. Og ég ætlaði nú ekki að fara undir þetta þannig ekki alveg, ég ætlaði ekki að koma upp undir þessu lið en úr því umræðan fór svona þá gerði ég það þannig ég er ekki alveg með tölurnar fyrir fram mig og sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi getur kannski leiðrétt þetta ef ég fer með eitthvað fleipur en það er allavega þannig að þegar þú færð úthlutað lóð að þá kemur rukkun á gatnagerðargjöldum og þú mátt dreifa borguninni í 3 hluta og þetta tíðkast alveg öðrum sveitarfélögum. Þannig að þú þarft að borga svona einhverjar 3 eingreiðslur eða 3 greiðslur, heitir það þá, og Egilsstöðum er kannski ekkert óalgengt að gatnagerðargjöld geti verið þetta á bilinu 5 til 7 milljónir á lóð og þetta eru þá, þessari upphæð skipt cirka í þrennt, þá erum við að tala 2 milljónir í hvert skipti, cirka. Þetta allt saman gerist á þeim tímabili sem að sá sem er að reyna að byggja hús, hann er ekki komið með neitt til að veðsetja, hann er ekki komið með hann getur verið komið með einhvers konar hlutdeildarlán frá bankanum, en fyrir mér sýnist mér þetta þýða það
í praxis að til þess að banki hafi einhvern áhuga að tala við þig þegar þú ert að fara að byggja þér hús, þá þurfir að eiga þessi gatnagerðargjöld til viðbótar í eigið fé áður en þú ferð á stað í framkvæmdir. Og ég hefði talið að Múlaþing, það sem reikna með að það fólk sem við viljum helst að sittist hér að hjá okkur sé fólk, ungt fólk sem að fara að stofna fjölskyldur. Það svona venjulegt fólk hefur ekkert, hvað þetta þá orðið þegar bankinn vill að þú sért með 20% eiginframlag til þess að hann hafi minnst áhuga að tala við þig, að veita þér lán, og þar fyrir ofan og bætast við gatnagerðargjöldin, þá þetta orðið býsna erfitt fyrir fólk á þessum aldri sem snemma á sínu starfsævi, ekki búið að safna pening eða ekki haft tækifæri til að safna pening. Og ég held ég sé þeirra skoðunar í augnablikinu allavega, allt nú breytingum háð, að mér þætti sanngjarnast að innheimta gatnagerðargjalda kæmi til þegar húsin eru orðin fokheld, því að þá komið eitthvað sem að byggjendur geta veðsett. Og þá þurfa menn síður að eiga þetta í eigið framlag alveg í byrjun ferlisins. En kannski ég að miskilja eitthvað. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór. Orðið enn laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson biður orðið væntanlega til andsvara við fyrirspurn frá Eyþóri. Gerðu svo vel, Stefán. Takk fyrir forseti og ágætt að funda fólk. Allar þessi þættir sem að sveitarstjórnarfulltrúin Eyþór Stefánsson nefnir eru þetta þarf alltaf að ræðast, og það í sjálfu sér mjög gott að við veltum því alltaf upp einmitt hvernig högum við reglum okkar á þessu svið og hvers vegna. Svo alltaf bara ólík sjónarmið sem vegast á. Það alveg rétt sem fram kom að Borgarfjarðarhreppur innheimti ekki gatnagerðargjöld á sínum tíma, en það fylgdi því þá líka að það kannski var bara verulega takmörkuð gatnagerð hjá Borgarfjarðarhreppi á þessu sama tíma. Og það kannski, ég veit ekki, það aldrei vinsælt kannski að nota hugtök eins og kostnaðarvitund eða annað, en ég held að sé bara býsna mikilvægt að það sé upp á borðum að þetta er kostnaður sem kannski ekkit alveg fullkomlega eðlilegt að sé borin uppi að öllu úr sameiginlegum sjóðum. Og það séu þeir sem eru að byggja og eiga þá eign á eftir að þeir taki þátt í þessum kostnaðum sem felst í gatnagerðinni. Og það var ákveðið á sínum tíma að fara þá leið að veita ekki fullan afslátt, heldur hafa þetta þannig að á Borgarfirði og svo reyndar einmitt á Seyðisfirði og fyrst og síðast þá kannski í kjölfar þeirra atburðum sem þar urðu, að það greiddu menn 20% af því sem almennt væri reiknað með. Og það allavega mitt persónulega mat að það sé ekki mikið, en það sé mikilvægt að þetta liggi fyrir, að það sé þarna kostnaður sem að sé ekki óeðlilegt að húsbyggjendur taki þátt í. En auðvitað, þú veist, síðan þetta samspil, og það á kannski við bæði einmitt smærri byggðakjarnan okkar og svo líka eins og Egilsstaði. Hversu mikil örvun getur falist í þessum afslætti? Ég bendi þó á það að sko, það eru að fara hér út lóðir á Egilsstöðum, þar sem að fólk ekki að setja fyrir sig þessi gatnagerðargjöld, sem segir mér að þetta sé ekki óeðlilegt hlutfall, og ég held að það séu kannski aðrir þættir heldur en gatnagerðargjöldin sem eru að standa í vegi fyrir því að það verði hér svona, hvað segja, við sjáum þá íbúðu uppbyggingu sem við gjarnan vildum sjá, og við verðum að fara varlega í það, held ég, vegna þess að veita alltaf aukna afslætti, vegna þess að þá eru við kannski bara að gefa peninga úr okkar sameiginlegu sjóðum sem ekki fara þá í annað, og þeir peningar enda þá bara fyrst og fremst í vasa húsbyggjendana sem að síðan selja eignirnar áfram, sko. Þannig að þetta ég ætla ekki að sitja hér og fullir á það að ég sé með hérna gullnu jöfnu það hvernig þetta á að líta út, en þetta allavega niðurstaðan liggur fyrir núna frá umhverfis- og framkvæmdaráði, hvaða leið menn vilja fara varðandi þessu afslætti núna út þetta ár, yfirstandandi ár. Ég ætla nú aðeins líka að nefna að ég held að sko
Það svona heldur velilagt að tala að það sé oft 57 milljónir á lóðina, það nú svona kannski tölurnar sem við sjáum einmitt á stærri einbýlishúsalóðum eins og ég nefndi áðan á Hömrunum og fleira, það svona í hærra lagi en þetta eru einhverjar milljónir, það alveg ljóst. Þessi ákvörðun það hvernig við innheimtum gjöldin, hún byggir auðvitað kannski á því að við þurfum að hafa svolítið bara vel skipulagða og skarpa innheimtu og þetta snýst líka það að vera ekki að úthluta lóðum sem liggja síðan og það ekki búið að byggja á þeim og svo framvegis. Þetta svona, það verið að halda því svolítið aðilum að ef það verið að sækjum lóð, þá sé farið í framkvæmdir og hluti af því það að það sé ekki óendanlegu gjaldfrestur á gjöldunum, þú veist að fólki þarf að vera alvara. En enn og aftur og alveg skoðunar og umræðu virði hvort að þetta akkurat nákvæmlega módeli sem við höfum að nota eða hvort eins og kom fram hjá Eyþóri Stefánssyni áðan, hvort það ætti að horfa til þess að hafa þetta eitthvað síðar í ferlinu, það bara verður að koma til skoðunar. Bendi þó á það að við tölum oft dæmið fjölskylduna sem vill byggja þessu húsnæði og hvað sem því veldur, þá það módel orðið miklu sjaldgæfara heldur en það var. Þetta eru fyrst og síðasta verktakar sem að reisa íbúðarhúsnæði. Þannig að það kannski gildi ekki alveg sömu lögmál og gerði hér á sínu tíma þegar heimilisfeður og húsmaður stóðu saman í því að byggja heimili við fjölskyldun og tóku jafnvel nokkur ár í það að klára það verkefni og fleira. Þetta orðið aðeins annað umhverfi í dag. En ekkert af þeim ábendingum sem kom fram hér áðan þannig að ég sé tilbúin til að blása það og segja að það sé tóm vitleysa. En það liggur þó allan nokkuð skýrt fyrir hver okkar afstæði umhverfis og framkvæmdaráði var þegar við skoðum tillöguna. Takk fyrir þetta, Stefán. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Þröstur. Já, forseti, gott fundafólk. Ég var nú búin að ákveða að þegja undir þessum liðvegs. Ég hefði ekkert hann að segja, en umræðan hefur orðið til þess að ég vil leggja orð í belg. Ég tek undir flesta sem kom hér fram í orðum Stefáns Boga Sveinssonar, sveitarstjórnarfulltrúa. Þetta svona gjald sem sett á, ég held að sé dálítið mikilvægt einmitt þetta sem hann sagði að þeir sem taka lóðir þeim sé alvara vegna þess að hitt rosalega erfitt og hvimleitt þegar menn að taka lóðir og svo standa þær auðar árum saman jafnvel. Hitt líka með afsláttinn sjálfan að það náttúrulega alveg berlegt að þegar ég fram í sækir þá náttúrulega endurspeglast gatnagerðargjöldin í eigninni, þannig að þegar menn selja eða hvað menn gera að þá sem sagt menn að selja í rauninni gatnagerðargjöldin líka. Þannig að það kannski engin sérstök ástæða til þess að gefa mjög mikinn afslátt þegar að það sem fasteignaverð sem sagt hærra en byggingarkostnaður, en það þetta mjög skiljanlegt sérstaklega það sem að fasteignaverð lágt. Hitt sem kom fram í máli Eyþórs kannski, nú ég ekki bankamaður og þekki það ekki en mér finnst vert að nefna það að mér finnst svolítið skrítið að ef bankarnir geta ekki lánað út á gatnagerðargjöldin vegna þess að í rauninni ætti að vera hægt að veðsetja lóðarúthlutun sem slíka þegar það búið að greiða gatnagerðargjöldin vegna þess að í því orðin ákveðin eign. Ef einhver hættir við og búinn að greiða gatnagerðargjöldin þá getur hann auðveldlega selt það væntanlega. Þannig í því fólki veð, þannig að ef bankarnir ekki tilbúnir að veðsetja það þá það nú bara svona einhver umræða sem þurfti að komast að. Annað var nú ekki. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þröstur. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs undir þessum lið. Ég sé ekki ástæðu til þess að lesa tillöguna aftur. Þannig að hreyfi enginn við það í andmælum þá lít ég svo á að tillagan sem liggur undir í lið 2 hún sé samþykkt samhljóða. Og þá vorum við komin að lið 3, reglur Múlaþings akstursþjónustu fyrir fatlað fólk. Það liggur fyrir bókun frá fjölskylduráði dagsett 26.11.2021 þar sem framlögð drög að reglum akstursþjónustu fyrir fatlað fólk voru samþykktar og eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings staðfestir afgreiðslu fjölskylduráðs þar sem framlögð drög að reglum akstursþjónustu fyrir fatlað fólk voru samþykktar á fundi dagsettum 26.11.2021 og felur félagsmálastjóra að sjá til þess að koma þeim í framkvæmd. Orðið laust undir þessum lið. Það
kveður sér engin hljóðs utan sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson. Gjörðu svo vel, Þröstur. Já, fundarstjóri, annað gott fundafólk. Bara smá spurning til formann fjölskylduráðs varðandi 7. liðin í reglunum. Þetta kannski bara, ég svo grænn og blautur á baku eyrun í sveitarstjórnarmálum, en þar kemur fram að rauninni, ef ég les bara fyrstu málsgreinina þar með leyfi forseta, félagsþjónusta Múlaþings rekur bíl sem sinnir akstursþjónustu fyrir fatlað fólk frá klukkan 8 til 17 virkadaga í þéttbýli Egilsstaða og Fella. Er þörf fyrir slíkan bíl einhvers staðar annars staðar, til að mynda á Seyðisfirði eða Djúpavogi? Ef svo ekki, hafa menn eitthvað að hugsa það mál ef svo þörf kemur upp, hvernig menn myndu bregðast við henni? Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þröstur. Sveitarstjórnarfulltrúi Elvar Snær Kristjánsson bregst við. Gjörðu svo vel, Elvar. Út mute, Elvar. Ég heyri ekki í þér. Núna ertu mute. Ekki núna. Þarna. Heyrist núna, já. Okay. Þarna varstu. Mikrofón. Forseti, annað gott fundafólk. Þörfin ekki fyrir hendi, nei. Ef að sú staða kemur upp að hún myndi verða þörf, þá verður bara bregðast við því þegar ef það til þess kemur, en það ekki þörf á akstri lengur heldur en þetta, nei. Takk fyrir þetta, Elvar. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur kveðið sér hljóð. Gjörðu svo vel, Stefán. Forseti og ágæta fundafólk kannski aðeins þarna í framhaldi af þessu, bara svo það kom nú skýrt fram að þetta þarf aðeins að lesast í samhengi líka við 4. málsgrein 7. greinar reglunnar, að það veitt akstursþjónusta annars staðar, það bara ekki gert með því að reka sérstakan bíl, heldur það bara samið þjónustuna og þá við aðila á hverjum stað. Þannig að, og ég bara kannast við umræðuna því ég sitt nú í samráðsnefnd, eða í nefndu málefni fatlaðs fólks og þar ræddum við þessar reglur áður en það fóru svo til fjölskylduráðs og það sem sagt þá unnið með bara viðkomandi að því að finna viðeigandi lausn á akstursþörf og það var líka kom fram að þeim fundi að sem sagt ef að þörf svo rík þörf til staðar í einhverjum öðrum þéttbýliskjörnum þá auðvitað það skoðað að reka bíl þar, en eins og staðan núna og svona fyrirsjáanlega þá þetta bara leyst með öðrum hætti á þessum stöðum. Takk fyrir þetta, Stefán. Það ekki fleiri kveðið sér hljóðs undir þessum lið og enn og aftur sé ég ekki ástæðu til þess að lesa tillöguna upp aftur, þannig að geri enginn við það athugasemdir, þá lít ég svo á að hún sé samþykkt samhljóða. Við erum þá komin að lið 4, reglur notendastýrða persónulega aðstoð fyrir fatlað fólk hjá Múlaþingi. Það liggur fyrir bókun frá fjölskylduráði, dagsett 27. nóvember 2021. Þar sem framlögðu drög að reglum notendastýrða persónulega aðstoð fyrir fatlað fólk hjá Múlaþingi voru samþykktar og eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings staðfestir afgreiðslu fjölskylduráðs þar sem framlögðu drög að reglum notendastýrða persónulega aðstoð fyrir fatlað fólk hjá Múlaþingi voru samþykktar á fundi dagsettum 27.11.2021 og felur félagsmálastjóra að sjá til að koma þeim í framkvæmd. Orðið laust undir þessum lið. Það kveður sér engin hljóðs undir þessum lið. Tillagan liggur fyrir og hreyfi enginn við því andmælum, þá lít ég svo á að hún sé samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 5. Reglur styrki til verkfæra og tækjakaupa fatlaðs fólks hjá Múlaþingi. Það liggur fyrir bókun frá fjölskylduráði dagsett 27. nóvember 2021 þar sem framlögðu drög að reglum styrki til verkfæra og tækjakaupa fatlaðs fólks hjá Múlaþingi voru samþykktar og eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings staðfestir afgreiðslu fjölskylduráðs
þar sem framlögð drög að reglum styrki til verkfæra og tækjakaupa fatlaðs fólks hjá Múlaþingi voru samþykktar á fundi dagsettum 27.11.2021 og felur félagsmálastjóra að sjá til að koma þeim í framkvæmd og orðið laust undir þessum lið. Það kveður sér engin hljóðs, tillagan liggur fyrir og hreyfir enginn við því andmælum, þá lítið svo á að hún sé samþykkt samhljóða. Við erum þá komin að lið 6 sem vetrarþjónusta í dreifbýli og milli byggðakjarna. Það liggur fyrir bókun frá fundi heimastjórnar Borgarfjarðar dagsett 7.1.2021 þar sem því meðal annars beint til sveitarstjórnar að því verði komið á framfæri við stjórnvöld að fyrirkomulagi vetraropnun á Borgarfjarðarvegi verði endurskoðað meðal annars. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir með heimastjórn Borgarfjarðar varðandi það að mikilvægt sé að samgöngur séu tryggðar innan sveitarfélagsins alla daga vikunar þegar slíkt mögulegt. Jafnframt leggur sveitarstjórn Múlaþings áherslu á að vegagerðinni verði heimilað að breyta þjónustuflokkum á vegum liggja innan fjölkjarna sveitarfélaga. Sveitarstjóra falið að koma framangreindu á framfæri við fulltrúa vegagerðarinnar og ráðherra samgöngumála. Orðið laust undir þessum lið. Sveitarstjórnar fulltrúi Eyþór Stefánsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Eyþór. Já, forseti og annað fundafólk. Mér finnst bara vel á þessa bókun. Þetta einmitt það sem að heimastjórnin vildi fá fram. En það eru nú aðrir, ótrúlega sagt, það eru nú aðrir vegir sem eru þá væntanlega til umræðu hér en bara til Borgarfjarðar. Mér finnst að við sem kjörnir fulltrúar sveitarstjórnarstigi við eigum sko að beita okkur fyrir því að þegar að komi til sameiningar sveitarfélaga og nú þegar að ríkið vill að sveitarfélag sameinist og það fyrirséð að fleiri og stærri fjölkjarna sveitarfélög verði til að það sé bara partur af því sé að ríkið komi þá með auknu móti til móts við vetrarþjónustu á vegum svo að sé hægt að halda samgöngum tryggðum milli byggðakjarna sameinaðra sveitarfélaga. Núna í Múlaþingi var að reyna að skoða þetta hérna á heimasíðu Vegagerðarinnar, þá það sem sagt á Borgarfjarðarvegur ekki opnaður á laugardögum og haldið opnum til 5 hvern dag fyrir utan laugardaga. Víðast hvar á héraði í dreifbýli fyrir utan þjóðveg 1 erum við með helmingamokstur eða svokallaða G-reglu. Mér finnst blóðugt og við erum oft að velta fyrir okkur tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga sko. Þarna finnst mér til dæmis að ríkið gæti komið til móts við sveitarfélagin og veitt þeim aukið fjármagn í gegnum þessa vetrarþjónustu. Og það sem ég vil að við beitum okkur fyrir að þetta verði aðeins þetta verði hnitmiðaðra í ályktunum haustþings SSA og ég náttúrulega vil bara að þetta fari inn á byggðaáætlun og mun og vil reyna að beita mér fyrir því að þetta fari bara annaðhvort inn í byggðaáætlun eða aðgerðaáætlun byggðaáætlunar og mér finnst þetta vel eiga heima þar. Og þess vegna þarf þetta að fara inn á svona hnitmiðar orðað í haustþing SSA þannig að meðal annars Austurbrú geti beitt sér með betri hætti fyrir því. Svo annað svona þegar maður veltir fyrir sig vetrarþjónustu hjá okkur, sko ég fæ reglulega upp
ég veit ekki alveg hvort það réttmætt, en allavega virðist mér það vera svo að það virðist vera að nágrannar okkar í norðri séu talsvert fljótari að bregðast við því þegar kemur hálka, að þá virðast bíl að fara að sanda. Og þetta eitthvað sem mér finnst líka að við ættum að skoða með Vegagerðinni, og ég veit nú að það einhverjir fundir fyrirhugaðir með Vegagerðinni og treysti því að menn munu skoða þetta þar. Hvernig fyrirkomulagið hvar og hvenær menn ákveða að sanda. En já, mér finnst þessi bókun bara fín og mun samþykkja hana með bros over. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór. Sveitarstjórnarfulltrúi Jakob Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Jakob. Ef þú ert byrjaðar að tala, Jakob, þá heyrist ekki í þér. Núna forseti og annað gott fundafólk. Vetrarþjónusta í dreifbýli yfirskriftin á þessu hjá okkur. Það er nú þannig en að sveitarfélög þurfa að sinna lögbundinni þjónustu. Þar til dæmis, vil ég nefna skólan okkar, og á þessum vegum sem að skólar það eru margir vegir sem skólabílstjórar þurfa að fara eftir, og þeir flestir allavega hér á Fljótsdalshéraði eru í þessum svo kallaða helmingamorstri. Og þar með talin til dæmis leggurinn frá aðalveginum og út af skólanum í Brúarási. Ég búinn að taka þá umræðu aðeins í umhverfis- og framkvæmdanefndinni að við komum því að sá leggur verði bara á hendi Vegagerðarinnar. Þetta engin vegalengd þegar þeir að fara á stað á morgnana að renna út í Brúarás, sanda brekkuna þar eða opnana, þannig að þetta sé greiðleið fyrir skólabílana að fara þetta. Þetta verðmætur farmur sem að þeir eru með og við þurfum að huga að þessu. Aðra leiðir eru náttúrulega ættum við að sækja á ríkið. Ríkið hendi þessu skóla yfir á okkur, grunnskólanum, fylgdi ekki nægilegt fjármagn með, og þarna klárlega ættum við að sækja á ríkið að fá fjármagn í þennan helmingamokstur. Ellegar að Vegagerðin taki hreinlega að sér eitthvað af helmingamokstursleggjónum alfarið. Það var til einhver sjóður hér fyrir einhverjum árum síðan, veit að það var notað á þegar hitt gamla Norðurhérað var til, þar sem var hægt að fá helminginn greiddan tilbaka af helmingamokstri. Þetta var kippt tilbaka einhvern tímann hjá stjórnvöldum. Og það væri strax bót í máli að fá eitthvað upp í helmingamoksturinn. En þetta eru langar vegalengdir sem við erum með sérstaklega á hinu gamla Fljótsdalshéraði. Og eflaust það víðar. Ég þekki ekki til á Djúpavogi hversu mikið þar en mér finnst að þetta veri innlegg í að ræða við Vegagerðina þegar verður farið í það eins við stjórnvöld að koma að þessu, reyna að fá fjármagn í þetta. Takk fyrir í bili. Takk fyrir þetta, Jakob. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Hildur. Já, takk forseti og ágætir fundarmenn. Ég styð þessa bókun og ég hef það eftir akstursaðila hér á Seyðisfirði að þjónustan á Fjarðarheiðinni hefur versnað. Það verið að moka seint og það verið að opna seinna á laugardögum. Þjónustan hefur versnað þar sem náttúrulega ekki í samræmi við það sem var búið að tala þegar við vorum að vinna að þessari sameiningu hér í Múlaþingi. Þannig það skýtur einhvern veginn skökku við að við séum í þessu sameinaða sveitarfélagi með þessar miklu vegalengdir á milli og við komumst bara ekki á milli með góðu móti og það náttúrulega hægt að halda ræðum það heilan dag hversu galið það að Borgfirðingar eigi ekkert að fara neitt á laugardögum. En ég bara ítreka það að við þurfum að fá þennan fund með Vegagerðinni fljótlega og best væri ef við getum funda líka með Bergþóru og við kjörnir fulltrúar fáum það tækifæri til þess að koma þessu sjónarmiðum á framfæri við forsvarsmenn Vegagerðarinnar. Þetta bara algjört lykilatriði í þessu sveitarfélagi að samgöngur séu bættar. Takk.
Takk fyrir þetta, Hildur. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán. Jú, forseti og ágætt að funda fólk. Það hefur svona verið aðeins reynt að fá þennan fund með Vegagerðinni og það tókst nú loksins að finna tíma þar sem allir getur komið saman. Eða svona næstu því allir. Fundur þessi hefst eftir 15 mínútur og ég er eiginlega alveg búinn að afskrifa það að ég muni geta sett það. En það er sérst fundur með okkar starfsfólki á Múlaþingi og starfsfólki í Vegagerðinni þar sem verður farið yfir þessa þætti sem voru þá ræddir meðal annars á síðasta á fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs á dögunum og þar á meðal akkurat þessi þjónusta á Borgarfjarðarvegi og það verður bara spennandi að sjá hvað kemur út úr þeim fundi en þetta er auðvitað samtal sem að þarf að taka á fleiri vígstöðum líka eins og aðrir hafa nefnt hér á undan og ég hef nú svona staldrað aðeins við bara einmitt fyrirbærið helmingamokstur og það hafa nú aðrir talað um þetta að meira viti heldur en ég geri en þetta svona mér var eiginlega leitt fyrir sjónum daginn hversu galið fyrirbærið þetta er þessi helmingamokstur vegna þess að við erum með kerfi sem að segir að það eru okkur veghaldarar á þjóðvegum og ég meina Vegagerðin og ríkið þar með eru veghaldarar á vegum alveg þangað til að fellur snjór á þá er það allt í einu einhvers annars mál eru færir en ef þú veist en það er að þeirra ábyrgð þessi færir yfir sumartíman eða þú veist eða þessi færir yfir höfuð en bara ef það er snjór þá er það allt í einu íbúa á tilteknu svæði að borga helmingina því sem það kostar að halda vegunum færum vegna snjóa. Og þetta er bara svo skrítið kerfi og þetta einhvern tíman verður það til en ég held að það sé bara komið tími til þess að endurskoða yfir höfuð að þetta fyrirbæri sé til staðar, þessi helmingamokstur. Og ég myndi frekar taka það var eiginlega eðlilegra kerfi að menn bara endurskoðuðu þá veghaldið og segðu bara sumir vegir eru þá bara fullu sveitarfélagsvegir og svo eru ríkisvegir en menn eiga þá að sjá þá frá A til Ö líka þegar fellur á snjór. Þannig að þetta er svona en hluta vandamálinu er kannski það að okkur er mjög tamt að tala um þennan helmingamokstur vegna þess að við búum á svæði þar sem er býsna mikið af þessum vegum sem eru helmingamokstur og hér fellur töluvert mikill snjór og það er kannski fyrst og fremst einmitt við norð- og austurhornið og kannski þú veist vestfirðina þannig að þetta er fyrirbæri sem er kannski ekkert ofarlega í huga allra en skiptir okkur verulegu máli og það er þá enn frekar ástæða til þess að við tökum þetta málefni upp í viðræðum við ríkisvaldið og það fyrsta skrefi í því verður stigið hér á eftir með fundi fulltrúa Múlaþings og fulltrúa Vegagerðarinnar og við höldum því bara áfram og höldum fleiri fundi og reynum bara að fá þessu breytt held ég. Takk fyrir þetta Stefán. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel Helgi. Já takk. Þetta er fín umræða og ég tek undir margt sem að fram hefur komið í henni. Ég tek undir með Stefán Boga. Þetta er undarlegt með þennan helmingamokstur og ýmislegt í því það er mikil úrkoma á svæðinu hjá okkur sem er vissulega rétt en það er líka svellasöfnunin sérstaklega á Fljótsdalshéraði er náttúrulega það er ekki bara snjórinn það eru þessi þrálátu svell sem aldamönnum náttúrulega til sveita þarna og ég meina maður hefur heyrt áratugum saman kvartað hálku og hættulega vegi í dreifbýlinu og Fljótsdalshéraði ég meina það varð alltaf því slys þarna við eða sem sagt útavakstur þarna við flutning skólabarna í Brúarás fyrir skömmu bara vegna gífurlegra hálku og þetta er já, við búum við það að kannski mánuðum saman erum við með svell á vegum, bara stórun hluta vegana, það sem er utan þjóðvegar 1. En svo annað ég tek undir það að það mætti mjög gjarnan vegurinn til Borgarfjarðar að verða fær fyrr á morgnana. Þetta er svolítið óþægilegt hvað sendi farið á stað en svo er það öxi að
við þurfum að vera sameinuð með það að hvetja Vegagerðina til að opna hana þegar að möguleiki á. Þeir hafa, það verið eitthvað skánað en þetta ekki það mikil, það ekki það mikil snjósöfnun yfirleitt á Öxi að það sé vandamál að opna þegar veður útlittir þannig að það endist í einhverja daga. En ég tek heilsugur undir þessa bókun, mér finnst það góð. Takk fyrir þetta Helgi. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel Berglind. Já, takk fyrir. Forseti, góðir hundamenn. Ég styð þessa bókun innilega að samgöngur innan sveitarfélagsins séu tryggðar alla daga vikunar með öflugri vetrarþjónustu. Það í raun alveg ótrúlegt að hægt sé að setja fram þá aðferðafræði í mokstri að einn dagur sé án hreinsunar. Ef snjóar ekki hina dagana en það snjóar á laugardegi eða aðfaranótt laugardags þá segja reglurnar að það verði ekki hreinsað. Hvort sem það sé nákvæmlega þannig. Ég vona að þeir sem hreinsi komi bara og hreinsi en það þarf náttúrulega að ganga út frá því að það sé hægt að ferðast á milli byggðarlaganna alla daga vikunar. En með sameiningu sveitarfélagana í Múlaþing þá höfum við og erum enn og verðum áfram í krafti okkar að tryggja öruggar samgöngur. Ég einnig sammála sveitarstjórnarfulltrúa Eyþóri Stefánssyni að með sameiningu eigi að ganga út frá því að öruggar samgöngur séu tryggðar alla daga milli byggðakjarna. Þegar sveitarfélög að taka það skref að sameinast. Þannig að þetta bara, við eigum bara að þrýsta með þessum rökum á þessa aðferðafræði og það verði ýta undir það að sveitarfélög sameinist og það bara sjálfsagt að sé hægt að komast vel á milli og einmitt að það sé byrjað fyrr að hreinsa og það breytist ekkert nema við setjum svolítið kraft í að láta heyri í okkur og við erum dugleg við það og við höldum því áfram. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Berglind. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs undir þessum lið. Ég ætla ekki að lesa tillöguna aftur en geri engin við það athugasemdir þá lít ég svo á að hún hafi verið samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að lið 7 í dagskránni, Borgarfjarðarvegur 94, Borgarfjörður til Borgarfjarðarhafnar. Það liggur fyrir bókun frá fundi heimastjórnar Borgarfjarðar dagsett 7.12.2021 þar sem því beint til sveitarstjórnar að koma á framfæri við Vegagerðina. Áherslum heimastjórnar varðandi mikilvægi þess að farið verði í úrbætur og breikkun vegar liggur frá Borgarfirði og út í Höfn og eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir með heimastjórn Borgarfjarðar varðandi mikilvægi umræddra úrbóta og felur sveitarstjóra að koma fyrirliggjandi athugasemdum heimastjórnar á framfæri við fulltrúa Vegagerðarinnar. Og orðið laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel Vilhjálmur. Já, takk fyrir forseti og ágætu fundarmenn. Það sem að fer að velta fyrir sig bara og kannski í framhaldi líka þessum umræðum áðan samgöngur innan sveitarfélagsins. Eins og ég sé þetta mál fyrir mér til þess að gera þetta almennilegu garði þá værum við að reyna að koma þessu verkefni inn á samgönguáætlun. Því ég sé fyrir mér með það sem hefur verið að gerast við Höfnum á Borgarfirði þarna sé að verða það mikil umferð að það þurfi að gera þennan veg almennilegu garði og gera hann tvíbreiðan og við spurning hvort við ættum að bæta þarna í bókunina sem sagt að verði teknar upp viðræður við samgöngu yfirvöld, ekki eingöngu að koma á framfæri við Vegagerðina þessum umkvörtunum hvernig þessi vegur er gerður í dag og einhverju þá takmarkar og úrbóta heldur að reyna að þrýsta þessu máli í varanlegan og skikkanlegan farveg. Takk fyrir þetta, Vilhjálmur. Sveitarstjórnarfulltrúi Jakob Sigurðsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Jakob. Forseti og annað gott fundafólk, bara varðandi þennan veg þarna, þetta er eins og komið hefur fram að þetta er einbreiður vegur,
búin að vera það lengi. Nú við fórum í það að setja á hann útskot þegar við vorum í svokölluðum Skarfaskisgarði sem að ég var verktaki að á sínum tíma. Það voru sett útskot á þannig veg. Það var tekið fyrir nokkrum árum síðan, 3-4 og settir á hann breikkanir svona aðeins hér og þar. Og allt þetta til bóta náttúrulega, að sjálfsögðu. Svo kom það til á sínu tíma síðust ár Borgarfjarðarhrepps að Vegagerðin ætlaði að koma þessum vegi yfir á sveitarfélagið. Við vorum möglast við það og töldum að Vegagerðin ætti að sjá veg sem lægi að Höfn. En þá var það nú ekki, það var ekki nógu stór höfn heldur til þess eða eitthvað þvíumlíkt, þetta var smábátahöfn tilgreind. Við fórum þá fram á það að vegurinn, við tækjum ekki við honum fyrir en að vegurinn væri full klár, þar að segja tvíbrauður alla leið og breikkan. Þetta gekk í einhver ár þarna og svo þegar að sameiningunni eða það bil þá kemur Sveinn svo til mér og segir að ég búinn að ná þessu tilbaka vegna þess að þetta svo mikill ferðamannavegur að Vegagerðin mun vera með þennan veg sem bara gott mál en það hort meira til þess heldur en íbúana eða atvinnustarfseminnar sem á svæðunum. En gott og vel með það en svo skulum við horfa á þetta eins að því vorum að tala vetrarþjónustu áðan að þessi vegur, akkurat þessi vegur í helmingamortri sem Vegagerðin vissulega búin að taka og með í könnu. Og það náttúrulega svolítið galið eins og sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson kom inn á áðan að sveitarfélög skuli allt í einu þurfa svo að sjá vegina þegar snjór fellur á það eða hálkuverja og sjá snjómostur að hluta til af þessu. Þetta akkurat einn af þessum vegum sem að ég tel að við eigum að ná inn sem sjá Vegagerðin sem að þeir sjáu bara alfarið hann. Það að segja vetrarþjónustuna líka. Hálkuvörn, vetrarþjónustu á þessu. Þetta einn af þeim vegum sem að þar væri klárlega hægt að koma inn að ég til. Ég held að hafi nú ekki verið meiri bíli. Takk. Takk fyrir þetta, Jakob. Orðið enn laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur beðið málið. Gjörðu svo vel, Eyþór. Já, forseti og annað fundafólk. Mér hugnast þessi breyting sem Vilhjálmur Jónsson stakk upp á bara vel svona við fyrstu heyrn og alveg sammála Jakobi í því sem hann var að sveitarstjórnarfulltrúi Jakobi Sigurðssyni. Náttúrulega ástæðan fyrir því að heimastjórn tekur þetta upp náttúrulega sá að þetta mjór vegur og á stuttu tímabili, kannski frá sirka júní byrjun og út ágúst, fara þarna sirka 50.000 manns og það væri kannski allt í lagi ef ekki væri fyrir það að þetta náttúrulega atvinnusvæði og umferð stórra ökutækja fyrir þarna og oft hefur oft legið við slysi þegar að stór ökutæki þurfa að mæta einhverjum kamperum eða svona stórum öðrum ökutækjum. En gott og vel, mér líst bara vel á þessu bókun og það annað sem að mér finnst kannski vert að taka fram að sá sem stendur í þessum þungaflutningum á fiski á milli, hann hefur eitt af því sem að spilaði inn í að var ráðist í þessi útskot sem Jakob Sigurðsson var að segja frá var bara vegna þess að flutningsaðilinn, eða svo sem landar, hann var bara búinn að gefa það út og hann treysti sér ekki lengur til þess að landa fiski þarna og ætlaði að fara, talaði mjög opinskátt það að hann vildi þá fara að landa úr höfninni fyrir neðan Blábjörg, gömlu bryggjunni. Og þá var brugðist við með þessum hætti og ég hef heyrt þennan sama aðila tala á þessum nótum núna því að það lá við slysi fyrir ekki svo löngu síðan. Þannig að vonandi bara girðir Vegagerðin sig í brók og breikar hennar veg og þetta vonandi hjálpar til við það. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór. Sveitarstjóri Björn Ingimarsson hefur beðið málið. Gjörðu svo vel, Björn.
Já, forseti og gott fundarfólk. Það varðandi sem sagt hugmynd að breytingu á bókun sem ef það sátt það, þá velti ég því bara fyrir mig hvort að þess niðurlagið þessa bókun mætti ekki vera samhljóma því sem var í fyrri bókun. Það að segja að þetta myndi þá vera þannig að koma fyrirliggjandi athugasemdum heimastjórnar á framfæri við fulltrúa Vegagerðarinnar og ráðherra samgöngumála. Það var ekki annað. Takk fyrir þetta, Björn. Orðið enn laust undir þessum lið. Hyggist ekki fleiri kveða sig hljóðs. Þá liggur fyrir okkur að taka afstöðu til þessara tillögu að breytingu á tillögunni sem ég las upp áðan. Þetta ein málsgrein og breytt myndi þá tillagan hljóma svona. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir með heimastjórn Borgarfjarðar varðandi mikilvægi umræddra úrbóta og felur sveitarstjóra að koma fyrirliggjandi athugasemdir heimastjórnar á framfæri við fulltrúa Vegagerðarinnar og ráðherra samgöngumála. Og hreyfi enginn við því andmælum, þá lít ég svo á að þessi breytingartillaga við framlagða tillögu sé samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 8. Tillaga að friðlýsingu verndarsvæðis norðan Dyrfjalla og náttúruvættisins Stórurðar. Á fundi sveitarstjórnar 10.2.2021 var heimastjórnum Fljótsdalshéraðs og Borgarfjarðar falið að tilnefna fulltrúa í nefndir og ráð og tengilið við Umhverfisstofnun og ferðafélag Fljótsdalshéraðs vegna framangreindra svæða, heimastjórn Fljótsdalshéraðs vegna Stórurðar og verndarsvæðis norðan Dyrfjalla og heimastjórn Borgarfjarðar vegna víknanna sunnan Borgarfjarðar. Og á fundum heimastjórnar Borgarfjarðar og Fljótsdalshéraðs dagsett 7.12.2021 var samþykkt að leggja til að verkefnisstjóri umhverfismála hjá sveitarfélaginu verði fulltrúi Múlaþings vegna verkefnisins. Og fyrir fundinum liggur eftirfarandi tillaga að tillögu heimastjórnar Borgarfjarðar og Fljótsdalshéraðs samþykki sveitarstjórn Múlaþings að Freyr Ævarsson, verkefnisstjóri umhverfismála Múlaþings, verði tengiliður sveitarfélagsins við Umhverfisstofnun og ferðafélag Fljótsdalshéraðs varðandi verkefnið snýr að friðlýsingu verndarsvæðis norðan Dyrfjalla og náttúruvættisins Stórurðar auk víkna sunnan Borgarfjarðar. Þessi tillaga liggur fyrir fundinum og orðið laust undir þessum lið. Kveði sér enginn hljóðs, þá lítið svo á að þessi tillaga sé samþykkt samhljóða. Og við erum þá komin að lið 9 á dagskránni sem úthéraðsverkefni. Á fundi heimastjórnar Fljótsdalshéraðs dagsett 7.12.2021 var í ljósi þess að 2 fulltrúar af 4 hafa látið af störfum í starfshópi úthéraðsverkefnið lagt til við sveitarstjórn að 9 fulltrúar verði skipaðir í þeirra stað frá sveitarfélaginu. Jafnframt óskað verði eftir fulltrúum íbúa í starfshópinn til dæmis frá búnaðarfélögum í Hjaltastaðaþinghá, Hróarstungu og Jökulsárhlíð. Og eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Í samræmi við bókun heimastjórnar Fljótsdalshéraðs dagsett 7.12.2021 samþykkir sveitarstjórn Múlaþings að skipað verði á ný í starfshóp úthéraðsverkefnið í stað Aðalheiðar Bjartar Unnarsdóttur og Ingibjargar Jónsdóttur. Skipað verði í starfshópinn að höfðu samráði við búnaðarfélögin í Hjaltastaðaþinghá, Hróarstungu og Jökulsárhlíð og heimastjórn Fljótsdalshéraðs falin framkvæmd málsins. Og orðið laust undir þessum lið og sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán. Forseti og ágætt að funda fólk. Bara aðeins til skýringa þarna, þessi starfshópur var skipaður á sínum tíma og var skipaður 4 fulltrúum og það var vegna þess að verkefnið kom svona dálítið jöfnum höndum annars vegar atvinnu- og menningarnefnd Fljótsdalshéraðs og hins vegar náttúruverndarnefnd og hvor nefnd tilnefndi 2 fulltrúa og þannig kom talan 4 þarna inn í þetta. Í ljósi þess að 2 fulltrúar hafa óskað eftir því að hætta störfum í starfshópnum að þá rétt að
endurskoða þetta auðvitað, en ég bara tel það vera mjög skynsamlegt einmitt annars vegar að fela heimastjórninni að vera sá aðili sem heldur utan þetta verkefni og ákveði þá bara þar með hvernig best sé að skipa starfshópinn og hins vegar þá að leita til fulltrúa úr og af þessum svæðum af úthéraði og það kannski ráðist bara svolítið af samræðum við fulltrúa félagasamtaka þar, hvernig nákvæmlega hópurinn verður skipaður á endanum. Það má segja að það kannski voru 2 megin þættir í þessu verkefni. Það annars vegar sá þáttur sem að snýra C9 verkefni í byggðaáætlun og lokaskýrsla þess hluta liggur fyrir og var unnin af Náttúrustofu Austurlands. Þannig að það sem eftir er í rauninni bara lokahnykkur sem að snýr svolítið að hugmyndum mögulega uppbyggingu á svæðinu og það þá kannski horft til þess hvað sveitarfélagi getur gert til þess að ýta undir og þá var nú töluvert horft auðvitað til atvinnuuppbyggingar í tengslum við ferðaþjónustu til dæmis. Þannig að það kannski bara sá hluti sem eftir er og jafnvel og þá sérlega vel til fundi held ég að fá einmitt fulltrúa af svæðinu sem að auðvitað hafa eðli máls samkvæmt sterkar skoðanir á því hvað sé rétt að gera til uppbyggingar þarna og geti þá komið að því að móta þessar tillögur sem sveitarfélagi síðan vinnur úr. Þannig að ég held að þetta sé fínt ferill sem verið að setja þetta mál í. Takk fyrir þetta, Stefán. Fleiri hafa ekki brugðið sér hljóðs, þannig að tillagan liggur fyrir. Ég sé ekki ástæðu til þess að lesa hana upp aftur og hreyfi enginn við því andmælum þá lít ég svo á að hún sé samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að lið 10 í dagskránni, aðalskipulagsbreyting Álfaás á Völlum. Það liggur fyrir fundinum bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 5.1.2022 þar sem því vísað til sveitarstjórnar að fyrirliggjandi tillaga breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 vegna Álfaás á Völlum verði samþykkt og tillagan sem liggur fyrir fundinum eftirfarandi í samræmi við ákvæði 32. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 samþykki sveitarstjórn Múlaþings að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs fyrirliggjandi skipulagsáætlun varðandi breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 vegna Álfaás á Völlum. Skipulagsfulltrúa falið að koma framangreindri afgreiðslu á framfæri við þar til bæra aðila. Og orðið er laust undir þessum lið. Það kveður sér engin hljóðs undir þessum lið og hreyfi enginn við því andmælum, þá lít ég svo á að tillagan sé samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 11 í dagskránni, umsókn lóð, Bakkavegur 0, Borgarfjörður. Það liggur fyrir bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 5.1.2022 þar sem því vísað til sveitarstjórnar að ákvörðun verið tekin að hefja vinnu við breytingu á aðalskipulagi Borgarfjarðarhrepps 2004 til 2016 varðandi breytingu á landnotkun vegna nýrrar lóðar nefnd hefur verið Bakkavegur 0. Eftirfarandi tillaga liggur frammi að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs samþykki sveitarstjórn Múlaþings að hafin verði vinna við breytingu á aðalskipulagi Borgarfjarðarhrepps 2004 til 2016 snýr að breytingu á skilgreindri landnotkun nýrrar lóðar nefnd hefur verið Bakkavegur 0. Skipulagsfulltrúa falin framkvæmd verksins og orðið er laust undir þessum lið. Og það kveður sér engin hljóðs og hreyfi enginn við því andmælum, þá lít ég svo á að tillagan sé samþykkt samhljóða og þá erum við komin að lið 12 í dagskránni sem eru skýrslur heimastjórna, þar sem að formin heimastjórna fara yfir helstu málefni sem hafi verið til umfjöllunar hjá viðkomandi heimastjórn og kynnað fyrir sveitarstjórn og eins og venjulega þá gerum við þetta í stafrófsröð og
Ég gef sveitarstjórnarfulltrúa Eyþóri Stefánssyni, formanni heimastjórnar á Borgarfirði eystri orðið. Gjörðu svo vel, Eyþór. Já, forseti og annað fundafólk. Á síðasta sveitarstjórnarfundi höfum við haldið einn fund sem var 10. janúar síðastliðinn, síðasta mánudag. Vorum með 9 mál á dagskrá og mér langar að stikla hérna yfir þau helstu. Fyrsta sem ég langar að nefna að nýverið var verið að úthluta almennum byggðakvóta. Almennur byggðakvóti á það Fiskistofa sem sér úthluta því. Ég ætla að leyfa mér að vera svolítið pólitískur. Sko, ég lít svo á að byggðakvóta séu ákveðið verkfæri ríkisins til að koma til móts við byggðir sem hafa af einhverjum ástæðum ekki náð að blómstra í og með vegna tilkomu kvótakerfisins. Og hver ætlar að segja mér að það eigi ekki við sjávarpláss Múlaþings? Að því sögðu að þá var lágmarks kvóta úthlutað bæði á Borgarfjörð og Seyðisfjörð og 300 tonnum á Djúpavog. Og 300 tonnum á Djúpavogi eru tilkomin vegna lokunar Vísis. Almennu byggðakvóti á Borgarfirði var tíma vel yfir 100 tonn. Hvert ár má Fiskistofa eða sá sem úthlutar byggðakvóta ákveðið hámark hvað má skerða almenna byggðakvótanum mikið og síðastliðin ár hefur sú hámarksskerðing verið nýtt á Borgarfirði ár hvert og núna erum við samt komin í þetta lágmark og það væri eflaust búið að taka það eða það væri ekki bara í reglunum að það mætti ekki taka meira. Það er mjög skrítið finnst mér að samfélag þessi fiskveiðar hafa verið algjör grunnforsenda byggðar í sögulegu samhengi að fá ekki byggðakvóta sem nokkru nemur. Ég til full ástæðu til að Múlaþing beiti sér fyrir því að reiknireglum vegna almenns byggðakvóta séu endurskoðaðar. Þannig að það nýtist fleiri byggðarlögum sem þurfa sannarlega á þeim að halda. Sértækur byggðakvóti hins vegar úthlutað af Byggðastofnun og heimastjórn hefur áður gagnrýnt það að Byggðastofnun sem stofnun sem leitaði fyrra bragði til Borgarfjarðarhrepps til að bjóða okkur þátttöku í verkefnum brotandi byggðum hafi ekki að við uppfyllum ekki staðla Byggðastofnunar til þess að fá úthlutuðum sértækum byggðakvóta. Hins vegar höfum við hafið samtal við Byggðastofnun og erum að vinna í því svona á frumstigi að sækja hreinlega sértækan byggðakvóta þó hann liggi ekki á lausu og höfum fengið bara jákvæð viðbrögð við því að gera það. En talandi Byggðastofnun þá var annað mál á dagskrá sem var það barst svar frá Byggðastofnun þess efnis að þau myndu ekki framlengja verkefni brothættar byggðir ár sem að í upphafssamningnum verkefnið var því haldið opnu að það yrði framlengt þetta eina ár til viðbótar. Við hörmuðum það að það væri ekki gert og höfðum sent Byggðastofnun bréf þar sem við listuðum ástæðu þess að við vildum að verkefninu yrði framlengt. En því var hafnað í núverandi mynd og við lögðum til ákveðna útfærslu sem að við sjáum fyrir okkur að Múlaþing þurfa að skoða að taka með þetta verkefni. Því að okkur finnst ekki hægt að bara hætta með það í einu vettvangi og það var líka alltaf svona umræðan við Byggðastofnun að þegar verkefninu myndi ljúka þá myndi gamli Borgarfjarðarhreppur skapa einhver umgjörð verkefnið. 3. janúar síðastliðinn kom mikið óveður og brim á Borgarfirði og þar opinberaðist að þær sjóvarnir sem á staðnum eru ekki alls kostar fullnægjandi. Við bókuðum, það urðu sem sagt skemmdir í höfninni á klæðningu og sjóvarnargörðum og klósettgámur fór í sjóinn og mikið grjót barst yfir þorpsgötuna. Þannig að það var ófært þorpið tíma. Við eigum von á fulltrúum frá Siglingasviði Vegagerðarinnar á föstudaginn og þar munum við koma
því á framfæri að það þurfa að laga sjóvarnirnar, en þar sem þarf helst að bregðast við, það sjóvarnirnar í höfninni, við Blábjörg, við Þorpsgötuna, sem blaðamaður kallaði nú Þórsgötu eftir mér í vikunni, og í Njarðvík. Svo að lokum tókum við fyrir ákveðin sjávarútvegsmála að skerða strandveiðiafla 1500 tonn. En reglugerð þess efnis, það var laumast þess út, undirrita reglugerð þess efnis 21. desember síðastliðinn. Stór hluti landaðsafla á Borgarfirði tengdur strandveiðum. Ár hvert 5,3% leyfilegs heildarafla haldið eftir og ekki úthlutað á grundvelli hlutdeilda. Inn í þessu meðal annars almennur og sérstakur byggðakvóti, línuívilnun og strandveiðar. Þetta eru verkfæri ríkisins til að dreifa afla og tryggja byggðafestu. Það eina sem nýst hefur Borgarfirði sem nokkru nemur af þessum aflaheimildum eru strandveiðarnar. Því það verulega miður að ráðherra skerði afla til strandveiða og óbreyttu útilokað að strandveiðisjómenn fái 48 daga til veiða sem að strandveiðisjómenn hafa verið ótrúlega sammála að hafa að markmiði. Verði heildarpottur strandveiða aftur sameiginlegur yfir landið eins og var nú á síðustu vertíð, ljóst að strandveiðikerfið eingöngu hugsað fyrir svæðin fyrir vestan, þar sem fiskgengd mest fyrirpart vertíðar. Og þessum málum var ýmist vísað til byggðarráðs eða sveitarstjórnar, þannig að við getum, ef þurfa þykir rifist þetta á næsta fundi sveitarstjórnar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eyþór. Þá komið að skýrslu frá formanni heimastjórnar á Djúpavogi, sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Skýrsla Eyþórs var löng og viðamikil, mín verður hins vegar stutt. Við frestuðum fundi á óviðráðanlegum ástæðum og hann verður á morgun. Þannig að það var engin fundur verið á milli frá síðasta sveitarstjórnarfundi. Ég kom inn á það áðan, það hefur komið gagnrýni á að heimastjórnar Djúpavogi hafa ekki fundað með íbúum. Það sem sagt stóð til að gera það núna með þessum fundi, en vitanlega það ekki hægt vegna ástandsins í COVID-málum, en við stefnum á það leið og það verði leyft að gera það og þá með heimastjórn og vonandi sveitarstjóra og jafnvel fulltrúa frá HEF. Annað var það nú ekki. Takk fyrir þetta, Helgi. Þá komum við að skýrslu formanns heimastjórnar á Fljótsdalshéraði, sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti og gott fundafólk. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs kom saman til 17. fundarstjórnarinnar mánudaginn 10. janúar og voru 9 mál tekin fyrir á fundinum. Fyrir fundinu lá beiðni frá Skipulagsstofnun umsögn tilkynningu frá Ísavía vegna matsskyldum framkvæmdir við að setja aðflugsljós norðan flugbrautarinnar á Egilsstaðaflugvelli til að bæta aðflugsskilyrði úr norðri og auka flugöryggi en einnig til að auka öryggi í samgöngum við landi vegna millilandaflugs. Og hlutverk vallarins sem varaflugvelli fyrir Keflavíkurflugvöll. Niðurstaða heimastjórnarinnar var að gera þetta nánari grein fyrir nokkrum efnisþáttum í skýrslunni en ekki verið þörf á umhverfismati vegna framkvæmdarinnar, sem í samræmi við stefnu Múlaþings eins og hún birtist í gildandi skipulagsáætlunum og þetta mikilvægur þáttur í uppbyggingu vallarins. Og það lá einnig fyrir fundinu beiðni frá Skipulagsstofnun umsögnum tilkynningu frá akstursíþróttaklúbbnum Start vegna matsskyldum framkvæmdir vegna uppbyggingar akstursíþróttasvæðis í Skagafelli sem fullnægði í öryggiskröfum og henti vel til aksturs vélhjóla og efli íþróttastarf í sveitarfélaginu. Breyting á aðalskipulagi svæðisins í vinnslu þar sem svæði verði skilgreint sem opið svæði til sérstakra nota. Það mat heimastjórnar með tilliti til umfangs og áhrifa og aðstæðan að nánari útfærslu nokkurra þáttatilkynningarna þurfa að liggja fyrir áður en að tekin verði afstæða til matsskyldu. Og það lágu fyrir fundinum til kynningar gögnir varða fyrirspurn frá Búnaðarfélagi Hjaltastaðahrepps vegna uppsagnar ábúðarsamninga á 2 jörðum í Hjaltastaðaþingá
Ánastöðum og Jórvík. Samkvæmt svari ríkiseigna eru áform ríkisins nýting jarðanna til kolefnisjöfnunar með skógrækt og heimastjórnin ákvað að afla frekari upplýsingum um málið þar sem hún taldi að nokkur nýmæli væri að ræða og því kynni að vera ástæða til frekara samráðs um það. Einnig voru tekin fyrir á fundinum nokkur mál er varða deiliskipulagsgerð og eitt varðandi landaskipti. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Vilhjálmur. Þá er að lokum komið að skýrslu formanns heimastjórnar á Seyðisfirði. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Samkvæmt fundadagskránni þá sé ég að það eru desemberfundir heimastjórnarna sem liggja fyrir og ég er sem sagt að fara yfir hann en ekki þann fund sem við erum nýbúin að halda. Þannig að það er þá heimastjórnarfundur á Seyðisfirði 18. Það eru 4 liðir. Fyrsti liðurinn er framkvæmdi við Herðubreið, Seyðisfirði. Kjartan Róbertsson, verkstjóri framkvæmdamála, kom inn á fund heimastjórnarinnar og fór yfir niðurstöður könnunar þá framkvæmd sem að íbúar voru með og tóku þátt í varðandi vala á aðferð við viðgerð utanhúss fyrir Herðubreið. Á fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar 1. desember kynnti hann einnig niðurstöður íbúakönnunar. Ekki kom fram afgerandi niðurstaða úr könnuninni en álagning hlaut samt flest atkvæði og steining fæst. Eftir yfirferð hans á fundinum þá ítrekaði heimastjórn fyrir bókun frá fundi sínum 4. október 2021. Heimastjórn Seyðisfjarðar leggur til að húsið verði einangrað, múrað og málað. Sú útfærsla breytir ekki útliti hússins eins og það hefur verið lengst af og er einnig hagkvæmt upp á framtíðarviðhald. Þann 15. febrúar hélt umhverfis- og framkvæmdaráð annan fund og niðurstaðan var að ráðist verði í múrviðgerðir á Herðubreið og húsið málað. Jafnframt samþykkti ráðið að ef það verður talið hagkvæmt og nauðsynlegt verði austurgafl elsta hluta hússins klæddur með álklæðningu. Ráðið telur að við endurbætur og viðhald á húsnæði sveitarfélagsins á svæðinu innst við Austurveg og við Suðurgötu sé rétt að leitast við að færa húsin að utan í sem upprunalegast horf. Þetta var samþykkt á fundi hjá þeim að kalla eftir ráðgjöf frá Minjastofnun Íslands um litaval og Herðubreið. Þetta er sem staða málsins í dag, þannig ég ákvað að koma með afgreiðslu hjá umhverfis- og framkvæmdasviði eftir okkar afgreiðslu. Annar liðurinn er skúlptúrinn Neysla í minningu Homo sapiens en fyrir fundinum lá beiðni frá Skaftfelli, miðstöðvar myndlistar á Austurlandi framlengingu stöðuleyfis listaverks á vegum miðstöðvarinnar sem staðsett í hafnargarðinum við Lónsleiru. Heimastjórn gerði ekki athugasemd við þá framlengingu leyfinum. Þriðji liðurinn var ósk afstöðu Múlaþings til uppbyggingu á Lónsleiru, Seyðisfirði. Fyrir fundinum lá erindi frá lóðarhöfum við Lónsleiru 7 og 9 varðar hugmyndir frekari uppbyggingu við Lónsleiru 11 og 13. Heimastjórn fagnar metnaðarfullum áformum við Lónsleiru en tekur undir með byggingafulltrúa að fyrirhuguð áform séu ekki í samræmi við gildandi deiliskipulag. Svæðið H1 miðbær Seyðisfjarðarkaupstaðar gildir hverfisvernd og í greinagerð með gildandi aðalskipulagi Seyðisfjarðarkaupstaðar kemur fram að markmiðið með hverfisvernd sé að skapa í miðbæ Seyðisfjarðar heilsteypta bæjarmynd sem byggir á andrúmslofti liðins tíma með verndun sögulegra húsa og götumynda að leiðarljósi. Úrlausnin felst í vönduðu deiliskipulagi sem byggir á framangreindu markmiði. Heimastjórn Seyðisfjarðar felur því skipulagsfulltrúa að vinna tillögu að breytingu á gildandi deiliskipulagi svæðisins ræðir. Bendir heimastjórn á að taka verði sérstakt tillit til hverfisverndar og áherslu ráðgjafarnefndar færslu húsa hvað varðan tækniminjasafn Austurlands. Fjórði liðurinn var hvatasjóður í umsjón Austurbrúar og fleiri. Það var óskað eftir yfirliti. Rúnar Gunnarsson óskað eftir yfirliti varðandi hvatasjóðin og aðra kostnaðarliði varðandi verkefni Austurbrúar fyrir atvinnulífið og Seyðisfirði. En málið áfram í vinnslu því ekki gafst tími til að vinna öll gögn fyrir fundin, í rauninni afhenda okkur fyrir fundin. Þannig að ekki var fleira tekið fyrir þessum fundi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Berglind og þar með lokið skýrslum formanna heimastjórna og þá erum við komin að liðum
13 til 21 í dagskránni sem eru fundargerðir. Orðið er laust undir þessum liðum og ég vil eins og venjulega árétta við sveitarstjórnarfulltrúa að taka skýrt fram vegna hvaða fundargerðar og hvaða liðar í hverri fundargerð þeir taka til máls hyggist þeir gera svo, en orðið er laust undir þessum liðum. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Þröstur. Já, takk, forseti. Annað fundarfólk, þetta varðar lið 14, umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings 41. fundur. Þar inni liður 4, vindorka í Múlaþingi. Þannig að ég ætla hérna að fara í hlutverk Don Quixota eina ferðina enn aðeins. Bara með leyfi forseta að ég lesi bókunina við þennan lið hjá framkvæmdaráði er að eftirfarandi tillaga lögð fram. Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkir að ráðist verði í greiningavinnu í samræmi við fyrirliggjandi tilboð frá verkfræðistofunni Eflu. Verkefni nýtist í framhaldinu við gerð aðalskipulags Múlaþings, framkvæmda umhverfisstjóra er falið að ganga frá samningi verkefnið. Þetta er sem sagt, kannski ef maður lesir það sem undanstóð fyrir ráðinu liggur að taka afstöðu til minnisblaðs mögulegt verkefnum greiningu svæða til vindorkunýtingar á Múlaþingi. Fulltrúi Miðflokksins, áheyrnarfulltrúi Miðflokksins kom með andmæli þarna og ég ætla að leyfa mér að lesa þau vegna þess að ég byggi tal mitt frá þeim. Hannes Karl Hilmarsson lagði fram eftirfarandi bókun. Ég tel að þessi vindmylluvæðing sé ótímabær, sérstaklega í ljósi þess að virkjanlegt vatnsafl með rannsóknarleyfi á Austurlandi nemur nú allt að 140 megavött. Þá beri að forgangsraða orkuvinnslu með vatnsafli áður en litið er til meira umhverfisspillandi og síðri kosta til orkuvinnslu í Múlaþingi, svo sem vindmylla. Ég leggst því gegn því að farið verði í frekari vinnu við vindorku að þessu sinni. Ég ætla bara að hnykkja á þessu, ég ætla að taka undir þessa bókun af heilum hug og ástæðan er einfaldlega svo sem þarna kemur að þessi 140 megawatt sem ég nefndi þau eru nánast eingöngu ef ekki algjörlega, nei það er eitthvað aðeins í Fljótsdal reyndar. Megnið af þessu samt sem áður er í Múlaþingi, þar af ein tiltölulega stór virkjun sem er 60 megawatt í Hamarsdal, rétt hjá Djúpavogi. Mjög áhugaverður kostur, það er framkvæmdaraðili sem er mjög viljugur að fara í verkið. Það strandar hins vegar á kannski seinagangi hjá umhverfisráðuneytinu að koma þessari framkvæmd í það sem heitir orkuvinnsluflokk. En á meðan ætlum við að fara að stúdera einhverja fiktífa vindmylluuppbyggingu í sveitarfélaginu. Ég ætla bara að leyfa mér að benda á það að nú ríkir orkuskortur í Evrópu og orku verður komið upp úr þakinu þar. Fólk getur ekki einu sinni kynnt húsi sín og einu stóru ástæðan fyrir því er sá fatalfeil sem Evrópusambandið stóð í að fara að stóla á vindorku og jafnvel sólarorku sums staðar. Þessi orkukostur er því miður ekki að ganga og umræðan í Evrópu er að verða háværari og háværari að þetta gangi ekki. Norðmenn eru búin að brenna sig illa á þessu og fjárfestar í vindorku þar eru jafnvel að seilast hingað til lands til þess að koma með skítinn hingað vegna þess að þetta er ekki einu sinni umhverfisvæn orkuvinnsla. Men gleyma því að umhverfissporið að því að setja upp þessar orkustöðar er gríðarlega mikið. Framleiðsluferlið er þannig að það er mjög mikill bara skítur því fylgjandi að koma þessum orkuverum upp. Á meðan erum við með hér þekkta tækni sem við erum búin að þekkjum vel alveg núna í árhundruði liggur við ég veit ekki hvaða langt síðan að virkjunin gamla í Seyðisfirði var reist en hún var meðal þeirra fyrstu. Vel þekkt, allir þættir þekktir og að við ætlum að núna að fara að setja einhverja rúma 4 upp í 5 milljónir í einhverjar úttekt á því, láta einhverja verkfræðistjóra gera einhverja úttekt á því hvar sé best að setja upp einhver fiktífar vindmyllur í framtíðinni. Mér finnst þetta bara að vera nánast eins og sagan Don Quixota.
þetta út úr kortinu og talandi sveitarfélag sem sko er með fjármálin töluvert í ekkert allt á góða málum, það að skuldsetja sig á fullu, þetta kannski stóri peningar en sko þegar maður með vatnsbelg og það verða mörg lítil göt á honum sko þá tæmist belgurinn fyrir rest og mér finnst þetta bara nánast óðsmanns æða að vera að setja þessar 5 milljónir í þetta til einhverja verkfræðiskrifstofu eitthvað sem verður sennilega aldrei í framtíðin, frekar en að einbeita sér að því og fara bara fókus á það að nýta þetta vatnsafl sem vitum undir niðra, þá verður það nýtt löngu áður en að kemur til einhverja vindorkuver og það virkilega þörf á því þessu sveitarfélagi. Það vöntun á því, þetta hefur margoft komið fram á fundum aðilar sem hafa komið inn á byggðarráð og víðar að það vöntun á raforku í sveitarfélaginu á Austurlandi yfir höfuð. Þannig að ég ætla bara að nýta hér tækifæri eina fyrir enn og mótmæla því að opinberi peningar sveitarfélagsins séu nýttir í slíka athugun sem hálfgerður leikaraskapur að mínum mati. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þröstur. Orðið laust undir þessum liðum 13 til 21 og sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Stefán. Forseti og ágætt að funda fólk. Ég vil nú játa það, mér hefur fundist það og mér finnst það enn frekar núna að það rekist eiginlega hvað á annars horni í málflutningi Þrasta Jónsson og sveitarstjórnarfulltrúi í þessu. Að í öðru orðinu talað það að það sé gríðarlegur orkuskortur, en hins vegar það algjörlega galið að ætla að fara að setja peningi það að skoða möguleika í orkuframleiðslu. Þetta náttúrulega algjörlega fráleitur málflutningur. Það eru fleiri en einn valkostur þegar kemur að því að framleiða raforku. Og við vitum svo sem vel að það eru kostir sem eru til skoðunar í vatnsafli og þeir hafa verið fastir í ferli sem svo sem ekkert bara fast í umhverfisráðuneytinu, það bara hjá Alþingi og yfir höfuð hjá stjórnvöldum, þá hefur vinna við rammaáætlun bara gengið mjög illa og það þarf að höggva á þann hnút. Forgangsröðun orkukosta á að mínu viti fyrst og síðast að vera í höndum þeirra sveitarfélaga sem þessu orkukostar að finna og það að þá að taka það fyrir hvort sem að ræða kosti í vindorku eða vatnsafli. Við eigum að móta okkar stefnu gegnum aðalskipulag það hvaða orkuuppbyggingu við viljum sjá. En við getum ekki tekin inn að slíka ákvörðun án þess að við öflum okkur upplýsingar. Við höfum ákveðnar hugmyndir vatnsafl okkar vegna þess að þar búið að vinna rannsóknir, þar búið að, þar hafa einkaaðilar komið inn með hugmyndir og annað. En ég vil sjá að sveitarfélagið taki svolítið frumkvæði í þessu og við förum að móta okkur sýn á það, hvar við viljum sjá uppbyggingu í orkuframleiðslu í sveitarfélaginu, hvort sem það vindur eða vatn. Og þarna ákveðið að fara í þessa vinnu varðandi vindinn. Það bara að mínu viti afar skynsamlegt að hálfu sveitarfélagsins að afla þessara upplýsinga og þá fáum við bara að vita það góðir kostir fyrir vindorku. Ég veit það alveg að Þröstur Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi telur að engir kostir séu góðir þegar kemur að vindorku. Það erum við bara ekki sammála. Og svo heimsenda sýn sem að hann varpaði hér framvarandi stöðu orkumáli í Evrópu náttúrulega svona minnstakosti að hálfuleyti þvæla. Það hellingur af vindorkuverum út allan heim sem framleiða fullt af rafmagni. Og af hverju ætti það ekki geta verið hér líka? Og ég velti líka fyrir mér að í þessari umræðu að þá allt í einu núna farið að tala eins og vatnsafl að það séu engin neikvæð umhverfisáhrif af vatnsafli. Það eru líka neikvæð umhverfisáhrif af vatnsafli. Það eru neikvæð umhverfisáhrif af flestu því sem að mennirnir gera. Okkar verkefni að vega og meta, að forgangsraða og við gerum það ekki nema við öflum upplýsingarna og skoðum hlutina. Og ég held að þessu peningur séu afar velvarið og þetta mjög gott fyrst að skrifa inn í þessa aðalskipulagsvinnu sem á að verða metnaðarfull. Og við að geta svara því sem sveitarfélag hvar við sjáum fyrir okkur að orkuna verði afla sem að sannarlega vantar eins og Þröstur Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi viðurkenndi hér á það en neitar alfarið að horfast í augu það þurfa að framleiða einhvern veginn. Og sko ef við erum að tala um það hvort líklegra að við sjáum uppbyggingu á vindorkuverum eða vatnsorkuverum að ég myndi segja það sem heldur líklegra að við sjáum fram á það að við getum byggt upp sæmilega stórt vindorkuver áður við förum að sjá stóreflis vatnsaflsvirkjanir rísa hérna. Vegna þess að það alveg ljóst, það
það er ekki einhugur það að það sé skynsamleg og góð hugmynd að virkja til dæmis inn í Hamarsdal. Ég sé að það er komin hönd á lofti og Helga Hlynni Ásgrímssyni sveitarstjórnarfulltrúa. Það er svona spurning hvort að hann er mjög spenntur til dæmis fyrir því að fara í verulega stórar vatnsaflsvirkjanir til þess að mæta þeim orkuskorti sem að Þröstur Jónsson hefur sagt okkur að sé hér við lýði. Og ég tek undir það að það er allavega þannig að við þurfum meiri orku til framtíðar. Takk. Takk fyrir þetta, Stefán. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Helgi. Takk. Já, hér er áhugaverð umræða komin á stað. Ég get tekið undir sumt af því sem Þröstur Jónsson segir, annað ekki. Nú er það svo að nú stundir vantar orku inn á kerfið. Það er staðreynd. Loðnubræðslurnar eru að þurfa að keyra á olíu í vetur að einhverju leyti. Það er alveg hábölvað, grábölvað. Það er hins vegar heimatilbúinn vandi. Ég veit ekki betur en að mjög stór hluti af, ég er náttúrulega ekki með þessar tölur algjörlega á hreinu, en maður hefur heyrt það að álíka stórt hlutfall af raforkunni sem framleiddur í landinu fari til heimila og til uppgraftrar á Bitcoin. Það er ekki stjórnun á raforkukerfinu eins og ég vildi hafa það. Ég vildi mjög gjarnan að við hættum að grafa eftir Bitcoin og breyttum frekar loðnuna með rafmagni. Þetta snýst eins og miklu frekar flutning á raforku heldur en skort á henni. Sko, á Austurlandi búa 10.000 þræður. Þeir leiðrétti mig ef ég er að fara með rangt mál, en ég veit ekki annað svæði í heiminum þar sem framleitt er meira rafmagn per íbúa heldur en þetta svæði. Talandi það að orkuskorturinn sé svoleiðis að við séum bara að fara inn í torfkofana aftur, það er einhverju heimsendaspá sem að ég skrifa ekki undir, sko. Það getur vel verið að vanta einhverja meiri orku einhvern tímann og það vantar vissulega núna. Þannig er það. En það er ekki vegna þess að við séum ekki búin að virkja nógu í landinu. Það er bara einfaldlega vegna þess að við erum ekki að forgangsraða rétt. Og það er náttúrulega alveg galið að ríkisfyrirtækið Landsvirkjun, sem þó ennþá fer með megnið af raforkukerfinu í landinu, selji alla umframorku til álvera og Bitcoin grafara og hafi ekki orku til þess að selja fiskimjölsverksmiðjum. Það bara vantar heildarsýn á hlutina, sko. En þessi úttekt, ég veit það ekki. Vonandi ef hún hefði verið komin þá hefðu við ekki sett niður þessar hrikalegu vindmyllur þarna við Lagafoss. Þannig að ef að svona úttekt getur komið í veg fyrir slík mistök í framtíðinni, þá er það bara vel. En ég minni á að þessar 5 milljónir, það er 5 milljónum meira en tekjurnar sem við komum til með að hafa á þessum vindmyllum þarna við Lagafoss. Takk. Takk fyrir þetta, Helgi. Ég geri ráð fyrir að þessu umræðu hafi öll farið fram undir lið 14, lið 4. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið orðið til andsvara væntanlega. Gjörðu svo vel, Þröstur, gjörðu svo vel. Já, forseti, gott fundafólk. Já, til andsvara. Sko,
Við erum nú orðnir þarna tveir, sko, það var einhvern tímann verið sagt það að við værum eins og Don Quixote og hvað hét vinnur hans Poncho var það ekki sem börðust við vindmyllunar, við veit ekki hvori hvað, en ég ætla að taka undir bara mjög margt í málflutningi Helga Hlyns hérna áðan og þessi Bitcoin-gröftur hann náttúrulega bara, við lifum í alveg óbóðslega ófullkomnum og furðulegum heimi og þetta er staðreynd og ég veit ekki hvort verra hann eða seðlaprentun í Seðlabankanum, sko, en það fer þar heilmikil orka, það alveg rétt og hún fer alls staðar og bara það bara þannig að orkuspár hér í landinu eru þannig að það ekkert horfur á mjög mikilli umframorku í landinu og það er aukin sem sagt eftirspurn eftir raforku í landinu og það bara staðreynd hvort sem hún fer í Bitcoin eða eitthvað annað sem okkur líkar misjafnlega við. Vel að þá það og það eru ekki mjög margar virkjanaframkvæmdir í pípunum, hvorki hjá Landsvirkjun né öðrum aðilum. Annað sambandi við þetta og sem kemur inn á eitt í þessu líka að jú, það er rétt, það er örugglega hægt að flytja meira yfir sem sagt byggðalínuna hingað inn á svæðið, en það kemur annað vandamál til sem svo kölluð eyjakeisla. Að þegar að byggðalínan brestur að þá í rauninni fljótslastöð sleið út frá almenna kerfinu hér og þannig myndast mjög svona örugt kerfi orkulega séð. Og þetta eina leiðin til þess að bæta úr þessu, það reynda tvær leiðir, önnur hefur verið svo umrædd sem einhvern veginn ekki inn á borðinu, það að tengja fljótslaslínu með 220 kV tengingu ofan í hryggsteg. Eða sem sagt að vera með meiri sem sagt framleiðslu inn á kerfinu. Þannig myndast sem sagt öruggari kerfi og það það sem atvinnurekandi sem þurfa að setja upp einhverja orkufreka framleiðslu eða hvað það að þeir líta til þessara öryggismála í kerfinu þegar þeir velja sér staðsetningu. Þannig að í dag erum við ekki samkeppnishæfir hvað þessa eyjakeislu varðar. Sko, æsingur sveitarstjórnarfulltrúa Stefáns Boga Sveinssonar hérna áðan sko, ég veit ekki alveg hvað ég á að segja hann, sko. Hann talar mótsagnir. Nei, ég er ekki að tala mótsagnir, ég einmitt að tala það er orkuskortur og það þarf að framleiða eitthvað. Ég bara á annarri skoðun en hann með það. Hvernig ég að gera þetta og ég tel það að vera að fara að setja eitthvað dansa við þá framtíðamúsíka, hérna verði einhver vindorkuver, það einfaldlega komið til með að seinka í stjórnkerfinu að það verði nokkur framleiðsla, hvort sem það með vindorku eða vatnsorku. Vestfirðingar hafa bara verið alveg ofboðslega duglegir og við ætlum að taka okkur til fyrirmyndar. Það verið að virkja, það komnar 4 virkjanir, það eru 4 virkjanir þar komnar með komnar í orkunýtingarflokk og þeirra með sig nánast út á Hornströndum. Þannig að einhvern veginn virðist þetta nú vera hægt og við ættum þess alveg eins að geta þetta hérna austur frá vegna þess að maður ber þetta saman umhverfislega séð og Stefán vísaði hér í umhverfismál að það væru umhverfisáhrif á vatnsaflsvirkjun. Já, það eru umhverfisáhrif á vatnsaflsvirkjun en ef þú skoðar þetta hlutfallslega umhverfisáhrifin per megavattstund af uppsettu afli í þessu og vindorku þá himinn og haf á milli, Stefán. Himinn og haf. Og þetta svona, ég veit ekki hvað að segja, þetta svona svipuð umræða eins og í Brasilíu að menn ætla allt í einu að fara að flytja inn kaffibaunir frá Evrópu vegna þess að þær væru bara sennilega betri og flottari. Þetta svo galið að af hverju eigum við þó ekki bara að fara að skoða með staðsetningu á samruna orkuverum sem koma einhvern tímann í framtíðinu, algjörlega fiktíft. Það bara svoleiðis að vindorka, hún að fara að halloka heiminum. Það umrætt, það umvitað að ef menn ætluðu bara að hafa við aukningun í Evrópu næstu 20-30 í manna ekki, þá þarf undir það landflæmi sem allt Rússland, undir vindorkuver. Þetta ótryggur orkugjafi, vindurinn þarf að blása og svo koma svona aðstæður eins og þarna í Evrópu núna, það blæs ekki sérlega mikið, þá bara orkuskortur. Verði ríkur upp öllu, þetta kemur niður á almenningi. Þetta kannski á landspólitíkur sviði en samt að við eigum að fara rosalega varlega með þetta og meðan
meðan þessi óvissa ríkir þennan orkugjafa, þá eigum við ekki að hugsa hann. Við höfum að einbeina okkur að því, horfa á það sem við höfum góða reynslu af og ýta af öllum kröftum á það að nýta þá kosti. Rétt eins og Vestfirðingar gera. Taka okkur til fyrirmyndar. Gott ef við ættum ekki kallað hann á fundi, biður á eitthvað, bara spyrja hvernig ósköpunum fóruður að þessu. Þetta hefur ekki gengið nokkuð skapaðan hlut hérna, það hefur ekkert gerst. Ég ætla ekki að hafa meiri orð þetta, en bara aftur, mér finnst illa að fara opinbert því og ítreka það. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þröstur. Orðið ennþá laust undir þessum liðum og sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Stefán. Jú, forseti og ágætt að funda fólk. Vegna þess að Þröstur Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi endaði nú sitt mál og þið tala það að við ættum að leita í smiðju Vestfirðinga. Ég veit ekki alveg til hversu verið að vísa vegna þess að það líður nú alltaf svo mánuður að ekki getum að fundið einhverja fréttir af því að raforkuöryggi á Vestfjörðum séu fyrir neðan allar hellur. Virkjanir sem eru komnar inn í nýtingarflokk í rammaáætlun ekki virkjanir sem búið að reisa og eru farnar að framleiða rafmagn. Og fyrir utan það að eins og ferli rammaáætlunum það ekkert verk Vestfirðinga að hafa komið einhverjum virkjanakostum inn í nýtingarflokk. Og ég ætlum bara að benda á það, eina af þessum virkjunum sem í nýtingarflokki, það er nú blessuð virkjunin í Árneshreppi á Ströndum sem að ég held að allir séu orðnir sammála það muni aldrei rísa. Þannig að það vitnar til þess eins og einhver sigurs fyrir Vestfirðinga að það séu einhver virkjanakosti þar í nýtingarflokki. Það ekki sopið kálið þó í ausuna sé komið. Og enn ástandið á Vestfjörðum fyrir neðan allar hellur. Jafnvel verra heldur en hjá okkur. Þannig að það lýsir bara alveg óskaplegri vanþekkingu bæði á ferlinu og stöðinu að vísa til þess að við höfum eitthvað að læra Vestfirðingum í þessum málum. Og ég verði að segja eins og mér finnst það líka dálítið sérstakt hjá Þrösti Jónssyni sveitarstjórnarfulltrúa að tala eins og vindorkuver sé einhver vísindaskáldskap. Ég meina þetta aðferð sem hefur verið notuð til raforkuframleiðslu áratugum saman að skalast verulega upp og þeim hefur fjölgað verulega út allan heim og það ástæða fyrir því. Þetta kostur sem hægt að nýta mjög víða og meðal annars hér á landi. Við höfum verið algjörlega blinda á að skoða aðra kosti heldur en vatnsafl mjög lengi. Jú, og reyndar við notum gufuafl, háhitavirkjanir. En ef við ætlum að svara orkuþörf til frambúðar, þá ættum við að skoða sem flesta mögulega kosti. Og það fjarri því að það sé eins og að flytja kaffi til Brasilíu að ætla að fara að framleiða rafmagn með vindorku hér á Íslandi. Það nóg af vindi hérna. Það ekki eins og við þurfum að flytja hann inn. Hann hérna. Þannig að það sjálfsagt mál að skoða það hvort að það eru hér innan sveitarfélagsins svæði sem að henta vel fyrir uppbyggingu þessu tagi. Og ef að niðurstaðan sú að þessari könnun gerðri að slík svæði til staðar, þá tökum við það pólitíska ákvörðun hvort að við viljum sjá slík vindorku við rísaðar eða ekki. Ég reikna með því að svo umræða verði mjög fjörleg með hvernig umræðinu það eitt að ætla sér að skoða það en það er algjörlega fyrir neðan allar hellur að segja það að það sé ástæðulaust að skoða. Vindorka ekki að fara neitt. Eins og ég hef áður sagt, hún notuð víða heim og það gengur mjög vel. Hún hefur sína galla eins og allir kostir sem eru nýttir til raforkuframleiðslu. Þessar dröllasögur af umhverfisáhrifunum, ég bara vísa undir föðurhúsana. Þetta ég ætla ekki að segja meira það. En hitt svo annað máli, ég ætlaði aðeins að bregðast við einu sem kom fram í máli Helga Hlyns, sveitarstjórnarfulltrúa áðan, og það varðandi það, jú, það vissulega rétt, það framleitt gríðarlega mikil raforka hér á svæðinu. En viti menn, hún seld. Og það kemur oft fram í þessar umræðu. Ég ætla ekki að bera það upp á sveitarstjórnarfulltrúa Helga Hlyn Ásgrímsson hér, hann hafi verið að segja það, svo það sýnir skýrt. En það oft borið fram að þetta sé ekkert vandamál með orkuskortin, vegna þess að það fari hvort svo stór hluti af þessu til stóriðju. En með hvað ætlum við þá að gera? Á að segja upp sölusamningum við stóriðjuna? Á að loka stóriðjunni? Það getur vel verið einhverju sé á þessari skoðun, en þá hvet ég þá sem á henni að tala bara hreint út með það og svara því þó líka hvernig menn ætla að bæta upp þau störf og þau efnahagslegu áhrif sem verða því að hætta starfsemi í til dæmis álverina hér á landi.
Þá verðum við með nóg rafmagn, það er ekki þetta að neita því, en kemur eitthvað í staðinn. Þannig að við verðum að horfa á stöðuna eins og hún og það, ég meina, forstjóri Landsvirkjunar hefur farið ágætlega yfir það. Það eru bara sölu samningar í gildi eins og raforku og raforka, alveg eins og aðrir hlutir. Ef þú ert búin að selja einum aðila þá tekur ekki þá hluti og notar það einhvers staðar annars staðar. Og þetta er grafalvarlegt mál sem við þurfum að horfast í augu við til framtíðar. Að orkuskortur verði hér ekki verulegt vandamál. Þetta er okkar innlegg í þá vinnu. Bara skoða, afla upplýsinga og taka síðan upplýsta ákvörðun. Takk. Takk fyrir þetta, Stefán. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Berglind. Já, takk fyrir, forseti, góði fundarmenn. Þetta er sami liður, 14. liður, fundagerð umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings, 41. fundur. Ég er með 2 liðir sem ég langaði að koma inn á og mér ber nú bara skylda til þess að koma inn á þennan lið sem umræðurnar hafa verið og það er bara þannig að það er alvarleg staða í raforkumálum hjá okkur og við verðum að fara í greiningu á virkjanakostum á okkar svæði. Við vitum það að fiskimjölssmiðjur keyra nú olíu og já, vatnsaflsvirkjun, hún gefur okkur gríðarlega orku, auðvitað miklu meiri en vindorku. En hins vegar er framkvæmdatíminn á þeim allt og langur og minnir hann styrstur 6 ár. Og það verður bara að vinna í að stytta þann tíma. Við vitum það að við verðum að tryggja meiri orkuframleiðslu og bara nauðsynlegt er að fara í vinnu við að skoða alla þá kosti sem eru í okkur sveitarfélagi til að tryggja næga orku og tryggja líka flutningskerfi raforkunnar. En ég ætlaði að fara þetta var 4. liður í fundagerðinni og mér langaði að fara í annan lið líka. Af því að við höfum svona í gegnum árin ansi mörg verið að ýta á eftir deiliskipulagi Egilsstaða og það er gaman að fagna þegar hægt er. Og mér langaði bara að vekja athygli á því með deiliskipulagi það er annar liður að það hefur verið sem sagt samþykkt að hefja kynningu á uppbyggingu í miðbæ Egilsstaða. Efnið er sem sagt tilbúið og það komir yfirskrift af verkefninu og nafnið er Straumur og þarna verður auglýst eftir samstarfsaðilum uppbyggingu á þeim lóðum sem eru á þessu miðbæjarskipulagi og ég vonast innilega til þess að kynningin muni kveikja áhuga verktaka og ná þannig að vinna á þeim húsnæðisvanda sem til staðar á Egilsstöðum. Ég er allavega gríðarlega spennt að sjá þetta efni og bara fagna þessum tímamótum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Berglind. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Helgi. Já, takk. Bara stutt, það er áfram 14. liðin. Sko, Magnús Þorsteinsson í Höfn var spurður að því hvað væru bestu bílakaupin sem hann geti mælt með einhvern í gamla daga. Og hann sagði að bestu bílakaupin var að eiga gamla bílinn 1 ári viðbót. Af hverju segi ég þetta? Við eigum alveg helling á raforku á Íslandi. Stefán Bogi, ég er á því að við ættum kannski að snúa ofan af stóriðjustefnunni. Ég er mjög hlynntur því að loka eins og einu álveri. 80% af raforku okkar fara til stóriðju, 10% til gagnavera og 10% í rest. Og svo þurfum við alltaf að virkja og það er alltaf upp á þessi 10%. Við erum alltaf bara að hugsa þau, en svo fer orkan bara í hitt. Sko, ég sé bara fyrir mér að það væri bara ákaflega jákvætt fyrir þjóðina í heild að loka Grundartanga einhvern tímann í framtíðinni. Hvað ættum við þá að gera við þá myndum við myndum missa störf, já, vissulega. Ekki myndum við missa skatttekjur af fyrirtækjunum því að þau borga ekki skatt á Íslandi. Þannig myndi losna orka sem var hægt að nota í ýmislegt og selja hana ódýrt af því að hún er selt mjög ódýrt til stóriðjunnar. Þessi orkuumræða er oft svo óboðslega skökk. Og
það rétt að það vantar orku núna inn á kerfið hérna. Þetta var mjög erfitt ár, eins og þið munið kannski var 25 stiga hiti hérna næstu í allt sumar og aldrei úrkoma. Það slæm staða í lónum sem bara miklu verri heldur en hefur verið mjög lengi og þess vegna orkuskortur. En hið opinbera þarf bara að setja reglur. Það algjörlega út úr korti að við séum búin að selja orkuna í eitthvað bull og þurfum svo að keyra loðnuvinnslunar á olíu. Það hljóta allir að sjá að það algjörlega út úr korti. Þetta heimatilbúið vandamál. Við erum að selja, en mér liggur svo mikið niður fyrir að ég verð bara að stoppa. Ég legg það ekki á ykkur að hlusta meira á mér í bili. Takk. Takk fyrir þetta, Helgi. Berglind, varst þú að réttu penda aftur? Já, þakkaði fyrir. Já, sveitarstjórnar fulltrúi Berglind Savarsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Berglind. Takk fyrir, forseti og fundarmenn. Ég get nú bara ekki annað en sagt eitthvað eftir orð síðasta sveitarstjórnarmanns Helga Hlyns Ásgrímssonar. Varðandi það að við getum skaffað orku eða sparað okkur orku með því að loka álverun. Mér finnst þetta ótrúlega einföldun og svo talar hann líka það að það bara sitji ekkert eftir í sveitarfélaginu af því að það borgi ekki skatta hér. Ég veit ekki hversu mörg hundruð manns búa þarna sem búa hér á svæðinu. Hvernig ætlar þú að leysa þann vanda með atvinnuleysi þessa fólks og þú veist að allt þetta fólk borgar útsvar og það fer til sveitarfélagsins. Þannig að mér finnst þetta ansi svona einföld nálgun eða svona mér finnst þetta bara, þetta ekki einu sinni raunhæft. Þannig að ég held að við verðum bara að halda áfram að vaxa og efla okkur sem samfélag. Við ætlum að draga fleiri fólk og fyrirtæki og við vitum það að við viljum hafa öflugt velferðarkerfi og hugsa vel fólk og hafa öfluga þjónustu. En það ekki hægt nema við sköpum tekjur og það atvinnulífi sem skapar það og við verðum að standa vörð það og við verðum að standa vörð orku í okkur sveitarfélagi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Berglind. Sveitarstjórnar fulltrúi Ásdís Hafrún Benediktsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Takk. Forseti, góðir fundarmenn. Mér langar til að spyrja úti undir lið 12. Skýrslu heimastjórnar. Þar kemur fram í máli Vilhjálms Jónssonar að við uppsögn á ábúðarsamningum á 2 jörðum í Hjallsberg. Við langar til að spyrja úti hvort að þetta ekki skilgreint landbúnaðarsvæði. Ef að ríkið ætlar sér að fara yfir í einn af skógræktarsvæðinu þá kemur þá til fasta sveitarstjórnar í samræmi við jarðareign frá því í sumar. Þar sem að sveitarstjórnarmenn þurfa að taka afstöðu til þess hvort þetta hafi áhrif á landbúnaðarsvæði. Já. Fyrsta spurning þetta ekki skilgreint landbúnaðarsvæði og í öðru lagi hafið skoðað hvort að þetta kemur næsta sveitarstjórnar vegna jarðar. Takk fyrir þetta, Ásdís. Forseti vekur athygli á því að nú til umfjöllunar liðir 13 til 21. Að því sögðu að þá ætla ég að gefa Vilhjálmi tækifæri til að bregðast við þessu. Vilhjálmur? Já, forseti og fundarmenn, það rétt að ég held að þetta sé skilgreint landbúnaðarsvæði. Það þó þannig að í aðalskipulaginu eru svæði til skógræktar skilgreind með sérstökum þemakortum. Það lá ekki fyrir fundinum og við erum að óska eftir að fá þetta þemakort inn og síðan svona ýmislegt varðandi kannski samráð sem að heimastjórnin vill afla frekari upplýsinga samráð vegna notkunar jarðanna líka vegna þess að þarna eins og ég greindi frá að ræða nýmæli og ég held að það kannski varði sveitarfélagi svolítið hvernig þetta mun fara fram í framtíðinni af því að væntanlega verður þetta áfram og þarna snýst þetta kannski kolefnisjöfnun og möguleika á
að selja sko erlendum aðilum aðgang að kolefnisjöfnun og þetta kannski bara hlutur sem að svona kannski þá undirbúningur að einhvers konar stefnumótun fyrir sveitarfélagi, hvaða skoðanir hafa menn á því hvernig þetta fer fram. Þarna ríkið að afhenda innan ríkisins svæði til þessara nota, eins og við skiljum þetta en sagt með þeim fyrirvara við viljum afla frekar upplýsingum þetta og taka nánari umfjöllun málið áður heldur en að við leggjum það frá okkur. Ég vona að þetta svari fyrir spurninni. Takk fyrir þetta. Já, takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur beðið málið, gjörðu svo vel Eyþór. Já, takk, forseti og annað hundafólk. Það undir lið 14. Ég ætlaði nú ekki að segja neitt varðandi lið 4 en má kannski til með að bara lýsa mig. Ég alveg ótrúlega sammála sveitarstjórnarfulltrúa Stefáni Boga Sveinssyni í þessu máli. Það er ekki alltaf sem ég get sagt það. Mér finnst gaman að segja frá því. En sko, mér finnst ótrúlega skrítið þessi málflutningur því að erum við að tala að afla okkur upplýsinga til þess að geta tekið ákvarðanir vindorkukosti og hér séu nú þegar einhverjir sem að telja sig vita hinn heilaga sannleika allt sem snýr að vindorku. Sko, það finnst mér ótrúlega skrítin afstaða og gott og vel. Ef að menn telja sig vita að þetta alveg grábölvað, mun þá bara þetta ekki leiða það fram? Af hverju erum við svona á móti því að skoða vindorkukosti þegar við erum sannfærðir að þeir eru algjörlega ómögulegir? Kemur það bara ekki fram í þessari athugun? Og verðum við þá bara ekki öllum það sammála ef þetta svona skýrt? En það sem ég langaði til að spyrja út í, sem nú svo ótrúlega mikið léttmeti að það næstu því óviðeigandi að fara úr svona stóru máli yfir í svona lítið málefni. Það liður 6 með gatnaveili bólusetningar í Múlaþingi. Má ég biðja Stefán Boga Sveinsson aðeins að útskýra sko, hvernig þetta til komið? Er þetta eitthvað sem að tíðkast að sveitarfélög styrki þetta og já, bara kannski, ég sé nú reyndar að málinu frestað en ég sé þetta ekki á næsta fundi, eða tók ekki eftir því þegar ég var að renna yfir gögnin allavega, aðeins að fræða með þetta. En já, eitt sem ég fæði skjótin varðandi lið 4, það vill nú svo til að ég var að sem þetta vindorkumálin, það vill svo til að ég var að ræða vindorkumál bara síðast í gær í góðramannahópi og þar var sagt svona eitthvað orð á þá vega að það sem þætti vindmyllu væri að það væri margir til í vindmyllur bara ekki hjá sér, menn vildu hafa þetta einhvers staðar annars staðar og ég gat ekki, mér fannst það óheppilegt hjá sveitarstjórnarfulltrúa Helga Hlini Ásgrímssyni þegar hann talaði að hann væri til í að loka Grundartanga. Mér fannst það vera svona, já ég til í að loka álverum bara ekki hjá mér, mér fannst það svona sambarlegt, mér fannst það óheppilegt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eyþór. Ég geri ekki ráð fyrir að sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson sé að fara að tala gatnaveiki bólusetningar. Þannig að ég ætla að beita valdi mínu og leyfa sveitarstjórnarfulltrúi Stefáni Boga Sveinssyni að bregðast við fyrirspurn Eyþórs áður en lengra haldið. Jú, forseti ágætt fundafólk, svo því sé nú til haga haldið að þá veit nú sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson ábyggilega miklu meira gatnaveiki bólusetningar heldur en ég. En ég get þó reynt að svara því sem ég veit þetta mál. Varðandi þetta almennt, þá tíðkaðist einhvers konar styrkveiting í að minnstakosti 2 sveitarfélagana. Það var að segja að það var einhvers konar fyrirkomulag í Djúpavogshreppi, þar sem kaup á bóluefni voru styrkt ef ég man rétt. Eða hvort að hreinlega bólusetningi var styrkt. Síðan hafði það verið tíðkað hjá Fljótsdalshéraði að veita styrki þar sem hafði komið upp tilfelli gatnaveiki og var verið að bólusetja í tengslu við það. Þannig að það var þekkt að sveitarfélagið hafði komið að þessu. Tilefni núna var einmitt fyrirspurn frá sauðfjárbændum í Djúpavogshreppi sem var spurð eftir í hvort að fyrirkomulagi væri hið sama og hefði verið. Og þá kom í ljós að það hefði ekki verið tekin til þess afstaða.
Verkefnastjóra umhverfismála sem fer nú með landbúnaðarmálin fyrir okkur var falið að gera drög að fyrirkomulagi eða gera bara tillögu það hvernig fyrirkomulagið ætti að vera í Múlaþingi. Sú tillaga lá þarna fyrir fundinum en verkefnastjóri umhverfismála hafði farið í verðskuldað leyfi og gat því ekki fylgt tillögunni eftir því var ákveðið að fresta og hann var ekki kominn úr leyfi þegar síðasti fundur var. Þannig að þess vegna er málið óafgreitt. En það eins og segir, það voru til einhver fordæmi, þetta var ekki gert með sama hætti af Fljótsdalshéraði og Djúpavogshreppi og það svona verið bara skoðað hvernig við gerum þetta og ég geri ráð fyrir því að það verði sett upp einhvers konar fyrirkomulag þar sem verður stuðningur en hversu umfangsmikill þá eftir aðeins að koma í ljós. Takk fyrir þetta, Stefán. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson. Það orðið að gera svo vel, Helgi. Takk. Gaddavírbólusetning hvernig hann fram að það bólusett í vöðva og bóg. En það var nú ekki það sem ég ætla að tala fór ég yfir strikið, finnst ykkur. Sko, á síðasta ári, eða var það á næst síðasta ári, voru miklar hótanir frá rekstraraðilum álvera á Suðvesturhorninu að loka álveran. Vegna lágs álvers. Það voru ekki hótanir í mínum eyrum. Í mínum eyrum var það ekki hótun. Það hefði verið frábært í mínum eyrum. Í mínum huga. Við erum að binda allt og stóra hluta á rafmagninu okkar í stóriðju. Ég var ekki að segja að stóriðjan skilaði engu inn í þjóðarbúið. Ég var bara að segja að fyrirtækin með lánum frá móðurfyrirtækjum erlendis sleppa við skattgreiðslu á Íslandi og hafa alltaf gert það. Það hafa ekki borgað skatt á Íslandi. Ég var ekki að segja að starfsmennirnir borguðu ekki skatta. Ég var ekki að leggja til að við lokuðum álverinu á Reyðarfirði. Eins og eru álver til á Íslandi sem eru orðin börn síns tíma og eru komin á aldur og ég sé það ekki fyrir mér sem eitthvað hryllilegt að þeim yrði lokað. Ég sé það bara alls ekki fyrir mér sem eitthvað hryllilegt. Og að vera að gera mig það upp að ég sé ráðast á álverið og Reyðarfirði með þessum orðum, Berglind Harpa, það er bara bull. Ég var ekki að því. Hins vegar álverið á Reyðarfirði hefur ekki borgað eina einustu krónu í skatta á Íslandi hingað til. Ég var ekki að segja að ég veit að þetta er mikilvægt upp á atvinnu á svæðinu. Gerum mér alveg grein fyrir því. En þetta er ekki svo framtíð sem ég vil fyrir Ísland. Ég vil að við byggjum á víðari séum fleiri fætur niðri, heldur en 80% af orkinu okkar fari í stóriðju. Það er í mínum huga algjört bull og við höfum að lækka það hlutfall. Svo hljóma ég dálítið æstur en það er sennilega vegna þess að ég það. Takk. Takk fyrir þetta, Helgi. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Berglind. Takk fyrir, forseti, góði fundarmenn. En mér skildist áðan bara svona bregðast við að því að þú nefndir nafnið mitt að ég hélt að það væri lausnin þín hérna á Austurlandi að við myndum loka eins og einu álveri og loka því álveri og varst að tala að það myndi ekki skila miklu, þannig að þú gerir greinilega alveg grein fyrir því að það í rauninni skilar mjög miklu með öllu þessu starfsfólki og mér finnst það bara að snúa því sama hvar sem er á landinu að vera að stinga upp á að loka álverum, það bæði tapast störf og verðmæti og fleira, þannig að ég held að við verðum að fara í aðra átt og skapa, við verðum að framleiða meiri orku, það er bara akkurat það sem við þurfum að gera, þannig að mér líst bara vel á það að við séum að fara í greiningavinnu og eins og sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson kom inn á að auðvitað bara skoðum við allt og þó að við sjáum einhver svæði sem væru kannski
hentug fyrir vindorku að það ekkert eins og við getum hent upp í vindorkuveri, heldur þetta fer í gegnum ákveðið ferli og þá það bara með tildi fuglalífs og ég veit ekki hvað og sjónlínu og allt þetta, að það fellur það bara sjálft sig, það fellur sjálft sig, en mér finnst þetta það alvarlegt að þessi raforkuskortur sem í gangi að við þurfum bara að taka eitthvað skref í að bara greina ástandið og sjá þá möguleika sem við höfum. Þannig að það var bara það sem ég vildi segja. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Berglind. Orðið enn laust. Forseti hyggst taka til máls að loknu Þresti Jónssoni og biður því fyrsta varaforsetum að taka við stjórn fundarins þegar að Þröstur hefur lokið máli sínu. Takk. Gjörðu svo vel, Þröstur. Já, takk. Ég kem hér í þriðja sinn, forseti, og annað gott fundarfólk. Þetta skemmtilegur fundur, loksins tekist á eitthvað, það ekki oft á sveitarstjórnarfundum, samstarfið hefur verið afskaplega gott. En það ágætt að takast á hlutina, ég vona bara að blóðþrýstingurinn hjá okkur 4 af 5 sem takum þátt í þessu sé í lagi. Sko, bara aðeins að svara þessu það sem kom hér hjá sveitarstjórnarfulltrúa Eyþóri Stefánssyni að þessi athugmyndi leiða í ljós sem sagt hvernig orkukostur þetta væri og hún gerir þannig akkurat ekki. Það bara verið að athuga þarna hvar fýsilegt að setja upp vindorkuver þannig að það ekkert litið til þess hvort að þetta sé sem sagt orkuvinnsla með vindi sé sem sagt góður kostur sem slíkur í samanburði við aðra kosti sem við höfum. Þannig það eingöngu verið að líta þarna til staðsendingar. Hitt eins og sko, hvað maður að segja, sleggjurnar sem komu hérna frá honum Stefáni Boga, sveitarstjórnarfulltrúa virðulegum, að ég bara, hann blási á hitt og blási á þetta. Ég held nefnilegast að kannski það vandamáli það að menn hafi kannski alveg lesið nógu vel til þessu orkukosti og þarna kannski takast á lögfræðingurinn og verkfræðingurinn, hann getur verið með mjög mismunandi sjónarmið og sýn á hlutina. Ég bara sé þetta sem alvarlegan feill yfir höfuð á Íslandi að menn ætla að fara í þessu orkuvinnslu með vindi hér þegar við höfum aðra kosti vegna þróunar og ég að vísa til þróunar sem bæði í Evrópu og vestur í Bandaríkjunum þar sem hefur skapast til að mynda mikið vandamál með förgun og gömlum vindmyllum og við getum lent í ævarandi vandræði með það og þess vegna sem sagt sko rökin hjá mér eru fyrst og fremst þau að þarna orkuvinnslukostur sem gríðarlega umdeildur. Við erum með annan kost sem gamalreyndur, hann miklu minna umdeildur. Við vitum að hverju að ganga og þess vegna hefum við að fókusa á það vegna þess að við höfum nóg af resursum á því sviðinu. Það líka annað sem ég vil benda hér mjög ákveða og það verið að tala umhverfisáhrif og ýmislegt að sko þessi einstaka virkjun sem ég að vitna til þarna Hamarsvirkjun sem sennilega nú sko sá álitlegasti kosturinn í stöðunni núna getur fengið mikið afl á tiltölulega stuttum tíma þó það séu 5-6 ár. Það tekur líka tíma eins og Berglind nefndi hérna áðan að kom vindorkuveri. Það nefnilegast annað sem gerist með þeirri virkjunni það myndast alveg ótrúlega áhugaverður kostur í ferðaþjónustu í kringum Þrándarjökulssvæðið. Og ég veit að heimamenn eru mjög áframunda þannig að þetta líka mjög ólíkt því þegar Stefán Bogi rauk upp út af virkjunum á Vestfjörðum. Þetta mjög ólíkt því með virkjunina þarna á norðanverðum Vestfjörðum og þessa virkjun að heimamenn eru kannski ekki mjög hrifnir af þeirri virkjun á Vestfjörðum en eftir því sem ég hef leitað eftir með símtölum og öðru þá eru heimamenn á Djúpavogsvæðinu mjög áfram að fá þessa Hamarsvirkjun. Þannig að það jákvæðni í gangi þarna og mér finnst að við eigum að einbetta okkur og einhenda okkur í það verk að bara láta það vera að veruleika en dreifa ekki kröftunum vegna sem leið á fyrir að sýna vilja til einhverja vindorkuframleiðslu þá muni þetta einhvern veginn spýtast út og suður í stjórnkerfum sem gerist svo oft og hlutin taka miklu lengri tíma en myndi gera annars. Ef við bara segjum, við viljum þessa virkjun, við ætlum að virkja þetta, við ætlum að leysa þetta þannig þá meira líkur til þess að við fáum stjórnkerfi til þess fyrir sunnan að gera það sem gera þarf til þess að flýta þessi mest með verða. Ég, í mínum huga, og það getur svo steilt það, í mínum huga þá þessi virkjun ekki vandamál umhverfislega séð. Hún það ekki, umhverfisáhrifin tiltölulega mjög lítil og jafnvel til fegurðar ef hvað má segja.
Takk fyrir. Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu og Gauti Jóhannesson, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti, góðir fundarmenn. Mér langar nú í fyrsta lagi að byrja á því að þakka bara fyrir þessa málefnalegu umræðu sem að hér fyrir fram og vil kannski leggja á það áherslu að ég leit svoleiðis á að það að takast á þarf ekki endilega að þýða að samkomulagið innan sveitarstjórnar sé ekki gott. Fyrir mætti nú vera ef menn tækjust ekki á eitthvað. En það eru nokkrir punktar hérna sem við langar að minnast á svona í kjölfar þessara löngu samræðina. Ég held í fyrsta lagi, ég hjó eftir því að sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson í máli sínu í byrjun þessara umræðu kom inn á vindmyllu væðingu eins og ég held að hann hafi orðað það. Ég held að það er náttúrulega ofmælt. Það sem við erum að fara í er að við erum að fylgja eftir og halda áfram stefnu sem að mörkuð var í gamla Fljótsdalshéraði. Það sem var lagt var upp með það að kannað yrði hvaða svæði í nýju sameinuðu sveitarfélagi, þá Fljótsdalshéraði, myndu mögulega henta undir nýtingu vindorku. Það er ekki verið að gera neitt annað og þessi sveitarstjórn hefur lagt sig fram það að fylgja eftir málum sem að hafa verið komin á dagskrá í gömlu sveitarfélögunum. Þannig að það er það sem við erum að gera. Þetta er náttúrulega fyrst og fremst skipulagsmál enn sem komið er. Það liggur fyrir að það þarf að fara í vinnu við gerð nýs aðalskipulags fyrir sameiginlegt sveitarfélag fyrir Múlaþing. Og ég lít ekki svoleiðis á að við getum farið í aðalskipulagsvinnu fyrir nýtt sameiginlegt sveitarfélag og skautað algjörlega fram hjá því hvar mögulega væri hægt að vinna vindorku. Það er eitt. Annað sem að mér finnst við þurfa að huga að og mér finnst ekki hafa komið fram í þessari umræðu. Mér finnst hún hafa snúist dálítið mikið það að koma til móts við þá þörf sem nú er til staðar. Okkur sem sveitarstjórnarfólki, við hljótum að deila þeirri framtíðarsýn að við viljum sveitarfélaginu okkar allt hið besta og við viljum horfa fram á vöxt í þessu sveitarfélagi. Vöxturinn þarf að vera í atvinnulífinu. Vöxtur í atvinnulífi tryggir auknar tekjur inn til sveitarfélagsins sem síðan er hægt að nýta til þess að greiða þá fyrir þjónustu til íbúana. Þannig að ég held við þurfum að horfa svolítið fram í tímann en fest okkur ekki í því að uppfylla bara þá þörf sem er akkúrat til staðar núna. Þannig að öll okkar umræða orkunýtingu hún hlýtur að miðast við þá framtíðarsýn sem við höfum fyrir sveitarfélagið okkar en ekki tala fyrir stöðnun. Annað sem ég langar að koma að sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson stendur í þeirri meiningu að hann hafi farið yfir eitthvað strik. Ég veit af reynslu að ekkert gleður meinta vinstrimenn meira heldur en að halda þeir hafi farið yfir eitthvað strik. Ég get fullviss að Helga það að hann fór ekki yfir nokkuð einasta strik. Þetta eru bara málefnalegar umræður sem við erum að eiga í hérna en aftur að þessu meinta vinstri þá er það þeim líkt að vilja forgangsraða fyrir okkur hin í hvað við viljum nota orkuna og allt annað bull. Það er svo aftur önnur saga. Það sem við hins vegar stöndum frammi fyrir sem sveitarfélag hlýtur að vera að velta fyrir okkur með hvaða hætti við getum á ábyrgan hátt nýtt þá kosti sem eru í sveitarfélaginu okkar til þess að framleiða orku með endurnýjanlegum orkugjöfum. Ég held að við getum öll verið sammála það. Sé til þess eitthvað færi þá ber okkur að skoða þau öll vegna þess að þó að við okkur hætti nú til að horfa mikið í eigin nafla þá erum við partur af stærri heild og framlag okkar til umhverfismála. Eitt af því stærsta sem við getum boðið upp á er akkúrat þetta. Að skoða með hvaða hætti getum við staðið að orkuframleiðslu og nýtt þessar endurnýjanlegu orkuauðlindir og tryggt þar með að við skilum heiminum af okkur kannski ekki verra ástand en hann var þegar við tókum við okkur. Ég held að allir hljóti að geta verið sammála þetta. Takk.
Gauti Jóhannesson hefur lokið máli sínu og Hildur Þórisdóttir hefur beðið morðið og leið og ég gef henni orðið að þá bið ég forseta að taka aftur við stjórn fundarins. Gjörðu svo vel, Hildur. Já, takk forseti, ágæti fundamenn. Svolítið polarisering í þessari umræðu. Það engin, ég held að sé ekki nokkuð maður á þeirri línu að við ætlum að fylla hér alltaf vindmyllum. Við samþykktum hér 2 vindmyllur nýverið sem voru á dagskrá Fljótsdalshéraðs fyrir sameiningu og við samþykktum það meðal annars til þess að safna upplýsingum þann kost. Við erum að fara að kortleggja hvaða svæði gæti mögulega verið vel til þess fallin að hýsa slíka orkukosti og eins og Gauti kom inn á það þurfum við að hugsa til framtíðar. Við þurfum að fara einhverja blandaða leið og það bara fínt að við séum að taka þessa umræðu en ég held að það verði alltaf að fara þennan skynsama milliveg sem ég tel okkur hafa verið að feta undanfarið. Þannig að, já, ég hvet okkur bara til þess að taka þessa umræðu dýpri og dýpra og það náttúrulega alveg ljóst að okkar sveitarfélag sem og önnur þurfum að fara að skoða frekari kosti í virkjanamálum af því það raforkuskortur í landinu og við það verður ekkert unnað. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Hildur. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur beðið morðið. Gjörðu svo vel, Helgi. Já, bara á stutt. Já, mér þykir fyrir að ég hafa ekki farið yfir strikið, svo ég ætlaði mér. Við erum ekkert sammála þessi mál, Við erum bara ekki sammála það. Það hugmyndir sem uppi núna á Íslandi með vindorkugarða. Þetta alveg svakalega mikil framleiðsla, Við ekkert við þessu orku að gera nema við séum að fara að setja streng erlendis til. Og ég veit að margir líta á það sem að það geti verið framlag okkar til heimsins að setja streng út. Ég ekki sannfærður það. Það verður allavega, það verður dálítið dýrt og erfitt fyrir okkur íbúan í landinu ef það verður með þessum hætti að einkafyrirtæki erlend setji upp tugi vindorkugarða Þetta engar smá áform sem uppi víða. Langanesið bara eins og það leggur sig. Þetta í skipulagsferli víða á landinu. Ef einkaaðilar fara í þetta og svo verður lagður strengur erlendis til að flytja út orkuna, þá erum við í dálítið vondum málum íbúarnir. Við erum búin að heyra orkuverði í Noregi og Svíþjóð núna að undanförnu. Það vegna þess meðal annars að þau eru á samtengdu rafmagnsmarkaði við Evrópu af því að það liggur strengur á milli. Þau flytja út raforkuna bara þar sem hæsta verðið hverju sinni. Ég bara ósammála ykkur það að okkur vanti svona rosalega miklu orku, Ég held að það sem þarf að gerast við erum að tala línun jarðar hérna. Ég held að það sem þurfa að gerast ekki síst í því máli að við bara hægjum á. Við bara hægjum á. Og ég veit að það hljómar ekki fallega í eyrum sjálfstæðismanna en þannig þarf heimurinn hann þarf að horfa til meiri sjálfbærni, hann þarf að minnka neyslu og ekki bara stækka og horfa til brjálæðislega aukins hagvaxtar á hverju ári. En takk í bili. Takk fyrir þetta, Helgi. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur beðið morðið. Gjörðu svo vel, Hildur. Já, takk forseti, ágæti fundamenn. Mig langaði að beina kannski spurningu til Helga Hlyns varðandi virkjunarkosti á hafi úti. Hvaða skoðun hafið á því
hvaða valkostir ykkur hugnast best? Er það þá bara virkjun á vatnsafli eða hvaða leiðir eru umhverfisvænstar í ykkar huga? Takk. Takk fyrir þetta, Hildur. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásdís Hafrún Benediktsdóttir hefur beðið um orðið en ég ætla að gefa Helga Hlyn færi á að bregðast við fyrirspurn Hildar áður. Gjörðu svo vel, Helgi. Takk. Já, sko, ég get nú eiginlega bara að tala fyrir sjálf mig. Sá virkjanakostur sem að mér hugnast best engin virkjun, sko. Það er bara einfaldlega þannig. Nýta orkuna sem við höfum í landinu sem gífurleg betur. Heita vatnið getum við nýtt betur og það erum við að auka. En ég vil rennslisvirkjanir, ég hef ekkert á móti rennslisvirkjunum. En stórar uppistöðu virkjanir, ég ekki hlynntur þeim. Og ef að það þarf að koma til þess að við virkjum vindinn að einhverju ráði, þá vil ég að það sé ekki á mjög áberandi stöðum og ég vil að það sé á þegar röskuðum svæðum. Ég vil ekki hafa það í miðjum blómlegum sveitum, sko. Það er algjörlega hreint. Takk. Takk fyrir þetta, Helgi. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásdís Hafrún Benediktsdóttir hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Ásdís. Takk, forseti og góðir fundarmenn. Ég langar að spyrja út í ekki lið 14, heldur lið 16. Ef það innan þeirra marka sem lefum þurfa að spyrja út í. Að þar í fundargerð fjölskylduráðs liður 5 reglur um innstróttavanvirki í Múlaþingi. Þar verið að samræma reglur fyrir íþróttavanvirki í sveitarfélaginu og meðal annars að fá á að miða aðsókn unglinga við unglinga í 9. bekk. Nú með þessu verið að skera á notkun unglinga á Djúpavogi á líkamsræktaraðstöðuna í íþróttahúsinu og þar með ekkert í boði fyrir þessa unglinga annað en fótboltinn og rafíþróttirnar. Mér langaði þess að vita hvort að það hefði ekki komið til tals að vinna þetta þannig að það væri horft á sérstöðu hvers þekklýskenna fyrir sig og taka tillit til þess hvað í boði af íþróttum á hverjum stað. Takk. Takk fyrir þetta, Ásdís. Elvar Snær Kristjánsson, sveitarstjórnarfulltrúi hefur beðið um orðið og mun bregðast við þessu. Gjörðu svo vel, Elvar. Takk. Heyrist í mig núna? Já. Forseti ágætu fundarfólk. Hvað þetta varðar þá var þetta skoðað í samstarfi við starfsfólk og starfsfólk stjórnsýslunnar og síðan forstöðumenn íþróttamanneskja. Og það voru ráðið var saman og það myndi væri heppilegra að samræma þessar reglur. Og þetta var svona það sem voru flest gömlu sveitarfélögin hefur verið á þessu, það er miðað við þennan aldur og færa þá aldurinn frá eingöngu var Djúpavogur sem var með niður í 8. bekk og færa það þó upp í 9. bekk og það var bara svo aldur sem var ráðlagt bara hvað var þar líkamsþroska og annað að í samhliða líka svona íþróttaval í skólum sem að einhverju leyti komið inn á svona meðhöndlun við vaxtaræktartæki og svoleiðis. En hvað varðar svona sérstöðu hvers byggðakjarna það var ekkert neitt skoðað sérstaklega. Það var einhver verið að skoða þessar reglur hvað snýr að þessu. Takk fyrir þetta, Elvar. Orðið laust. Þetta er orðnar langar og fjörugar umræður. Kannski í lokin þá hyggst
forseti taka til máls og biður fyrsta varaforseta að taka við fundarstjórn. Fyrsti varaforseti með glöðu geði og gefur Gauta Jóhannessyni sveitarstjórnarfulltrúa orðið samkvæmt hans beiðni. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Ég hyggst gera sveitarstjórnarfulltrúa Helga Hlyn Ásgrímssyni það til geðs að mjólka þetta mál svolítið meira. Ég er veltið í fyrir mér í niðurlagi máls hans áðan þá ítrekaði hann það að kannski væri komin tími til þess að hægja á og mér leikur forvitni á að vita nánar hvað nú við, hægja á hverju, erum við þá að tala hægja á hagvaxtaraukningu, erum við að hægja á aukinni tekjumyndun ríkis, sveitarfélaga og einstaklinga, erum við að tala er hann að leggja til hægferð í heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu, samgöngumál sem okkur hefur orðið tíðrætt Mér leikur dálítið forvitni á að vita nákvæmlega í hverju þessi hæging á að felast og svo sjó ég eftir því að í máli sínu, ég held ég hafi talið rétt, þá hafi orðið einkaaðilar komið 3 eða 4 sinnum við sögu og ég held að hundurinn liggi nú kannski svolítið grafinn þar en ég hefði gaman af ef sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson myndi bregðast í þessu. Takk. Já, það er gaman á því. Ég vil biðja sveitarstjórnarfulltrúa að hafa hemil á sér. Fundurinn enn undir stjórn, hvað svo sem það kann að líta út fyrir að vera. Gauti Jóhannesson hefur lokið máli sínu og bar fram fyrirspurn og mér sýnist á öllu að Helgi Hlynur Ásgrímsson sveitarstjórnarfulltrúi vilji orðið, þannig að gjörðu svo vel. Takk fyrir og fyrirgefðu átróðsluna. Já, það er gaman að Gauti hefur svona gaman að hlusta á mig. Það er bara, þú mátt svo bara hringja á eftir ef það er eitthvað fleira sem þú vilt vita. Það sem ég er að tala að hægja á, það er kannski ekki í Berlínu sveitarstjórnarmál. Það er bara, við erum að tala, þetta er allt í samhengi, virkjunarmál eru í samhengi við hlýnun jarðar. Við flokkarnir fyrir síðustu kosningar, sérstaklega Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur, fóru að tala mjög mikið um hlýnun jarðar og að við þurftum að leggja okkar á mörkum. Neyslan á Íslandi er þannig að ef allir í heiminum myndu neyta jafn mikið á Íslendingar, þá þyrftum við svona það bil 8 jarðir. Þetta eru reyndar gamla tölur, þannig að það eru sjálfsagt konur upp í 10. Neyslan okkar er mjög mikil. Við gerum ofboðslega mikla kröfu til lífsins. Við ferðumst að jafnaði fyrir COVID. Það voru yfir 2 ferðir á mann til útlanda. Þetta er ekki sjálfbært. Það þarf að hægja á, í mínum huga. Ég er hér að tala fyrir sjálfa mig og vissulega er ég vinstri maður og vissulega er ég VG maður. En ég held að margt ungt fólk geti tekið undir með mér. Það er einfaldlega þannig að lífsstíll okkar Vesturlandabúa og Íslendinga helst er ekki sjálfbær. Og þess vegna þurfum við að hægja á. Ég var ekkert að segja að við þurfum að gera hægar að fiskinum eða eitthvað í þeim dúr. Við þurfum bara að hætta að einblína eingöngu á vöxt þjóðartekna og við þurfum að horfa á fleiri hluti. Japanir, það hefur varla aukist þjóðarframleiðsla hjá þeim frá því á 7. áratugum. Þeir lifa fínasta lífi, þó að það sé bara 3 vinnandi menn á móti hverjum eldri borgara þar.
En já, svo já, mér verður tíðrætt einkaaðila. Það algjörlega rétt. Sko, ég sé fyrir mér að það sé mikill munur á því hvort að ef að við erum að fara í stórfelldan orkuútflutning sem að mér finnst að þið séu að tala sko. Ekki hér á þessum fundi heldur sjálfstæðismenn svona almennt. Að það sé bara eigi að vera okkar framlag til heimsins. Eða allavega miðað við allar þær hugmyndir sem eru uppi orkuvinnslu á Íslandi, þá hlýtur það að vera. Það í mínum huga stór munur á því hvort að ríkið að framleiða orkuna og hagnist, eða fyrirtæki á vegum ríkisins og hagnist á þeirri sölu sem kæmi svo inn til ríkissjóðs og hægt væri að lækka skatta til okkar á móti. Eða hvort þetta eru einkaaðilar sem að flytja út orkuna, orkuverð á Íslandi sko, til heimilanna myndi hækka mjög mikið ef við myndum setja þennan streng á. Eins og menn eru búin að upplifa í Noregi og Svíþjóð. Þannig að þetta grundvallaratriði í mínum huga að ef við erum að fara í orkuútflutning þá þarf hann að vera á vegum hins opinbera. Og svo ætla ég bara að láta þetta duga í bili. En þú getur bara hringt, Gauti. Ég ekki búin að segja allt sem mér langar að segja. Láðist varaforseta afhenda forsetafundinn. Hún gerði það, já. Já. Forseti góð, ég afhendi þér stjórnfundarins. Bestu þakki fyrir það. Fyrsti varaforseti, sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán. Já, forseti ágæta fundarfólk, ég vil taka hér til máls stuttlega stjórnfundarins. Ekki vegna þess að ég telji að á honum sé óstjórn, en umræðan sem núna hefur farið fram, hún svona dregur fram tvo hluti sem mér langar til að nefna bara varðandi mitt framkvæmd fundana hjá okkur. Í fyrsta lagi þá höfum við gert það þannig að við höfum tekið allar fundagerðirnar til umræðu í einu. Það mjög til hagræðis og það eiginlega áferðar betra, en það skapar vissulega pínulítið vandamál þegar kemur einmitt að hlutum eins til dæmis að telja hversu oft einhver hefur tekið til máls. Það svolítið að við erum faktískt með einmitt já, ég veit ekki alveg hvað við erum með, við erum með 6 eða 8 liði undir í einu, en eftir sem áður krafan eiginlega svo að við tölum bara tvisvar, en samt held ég höfum séð það í dag að sú krafa henni hefur ekki verið framfylgt. Þannig að ég svona bara kalla eftir pínulítum skýrleika varðandi það hvernig við framkvæmum þetta í þessu tilfelli þar sem við erum með nokkra liði undir. Og svo lendum við stundum einmitt í því að eitt mál dómur dálítið mikið og svona kemur annað inn á milli. Hitt það að ég vil svona beina því til forseta að skoða það að sveitarstjórnarfulltrúar allir gæti ávarpsorða sinna. Þetta að vísu þannig, ég skoðaði nú á meðan á umræðu stóð, þá skoðaði nú reglurnar og þær ekkert mjög skýrar þetta að öðru leyti því að það segir þó að það skuli ávarpa sveitarstjórnarfulltrúa með fullu nafni. Það er dálítið leiðilegt og það er dálítið þunglamilegt. Og það segir svo sem ekkert annað þetta, en það að mínu viti leiðir til þess að við ættum að forðast það að nota orðin þú eða ávarpa menn bara með fornafni, þar að segja að þetta fari fram sem beint samtal milli tveggja aðila. Það að vísu líflegt og skemmtilegt að fylgjast með því, en maður finnur líka hvernig tónninn í umræðunni getur snúist illilega þegar það gert. Þannig að ég varpaði kannski bara fram til forseta aðeins til umhugsunar og umræðu það hvernig á þetta að fara fram, af því að það hafa verið frávik frá því í þessari umræðu. Takk. Forseti þakkar þessa brýningu og honum var hvort tveggja ljóst. Varðandi þessa umræðu lið 14, lið 4, þá hefur það hins vegar verið þannig að í flestum tilvikum, ef ekki öllum, hafa sveitarstjórnarfulltrúar verið að bregðast við einhverju sem annaðhvort var beint til þeirra beint eða óbeint og forseti kaus fyrir að túlka það sem svo að þetta væru andsvar, en varðandi ávarpin þá
Þá var forseta það ljóst sömuleiðis og hugðist brýna sveitarstjórnarfulltrúa það í lokfundar. Menn gættu að sér í framtíðinni en þessar ábendingar eru hér með teknar frá sveitarstjórnarfulltrúa Stefán Bóassyni sinni, fyrsta varaforseta. En orðið ennþá laust undir þessum liðum. Það kveður sér engin hljóðs, þá lít ég svo á að liðir 13 til 21 umfjöllunum þá sé lokið og þá erum við komin að lið 22 sem skýrsla sveitarstjóra. Sveitarstjóri Björn Ingimarsson, gjörðu svo vel, þú hefur orðið. Já, forseti og gott fundarfólk. Ég var svona að velta því fyrir mig hvort að ég er bara að fresta til næsta fundar. En þetta hefur verið bara áhugaverð umræða og eins og hefur bara komið fram hjá fulltrúum í sveitarstjórn að þá ósköp eðlilegt að málin séu skiptar skoðanir. Og það bara því að fagna að við skulum koma sínum áherslum á framfæri. En ég ætla að fara bara í stuttu máli yfir það svona helsta sem að hefur verið í farvatninu frá okkar síðasta fundi og það sem framundan Varðandi samstarfsverkefnin þá er það þannig að frá og með áramótum þá eru í rauninni rekstur svona stjórnsýslu og rekstur skólaskrifstofu orðin alfarið í höndum Múlaþings og Fjarðabyggðar. Byggðasamlagið í sjálfu sér ekki aflagt en þar í rauninni engin starfsmenn lengur, heldur eru þeir innan stjórnsýslu sveitarfélaganna tveggja sem annars síðan þjónustu við þau sveitarfélögin, hin sveitarfélögin 2. Við erum að vinna áfram að útfærslu samstarfsverkefna Múlaþings og Fljótsdalshrepps og markmiðið eins og hefur svo sem komið fram hjá okkur það að fækka byggðasamlögunum eins og mögulegt og einfalda ferlana og gera þetta skilvirkara. Og ég bind enn vonir við það að við náum þeim markmiðum okkar fram. Það ágætis samhljómur í okkar samtalið, þetta ekki sýnin nákvæmlega svo sama, en ég er nokkuð sannfærður það að við munum ná árangri í þessu. Varðandi málefni íþróttafélag og samskipti við þau, þá kannski rétt að koma því á framfæri að við höfum verið í nokkur samtali við golfklúbb Fljótsdalshéraðs, þar sem menn eru að horfa til svona framtíðarlausna og ég á von á því að það muni koma inn erindi fljótlega til sveitarfélagsins þar sem að félagið gerir svona nánari grein fyrir sinni sín. Ég hef hvatt á til þess að leggja þessi mál upp því að sveitarfélagið muni síðan og gera það frekar fyrir en seinna því að það sem kalli á aðkomu sveitarfélagsins, það gott að fá það bara í upphafi árs en ekki í lok árs. Þegar gott að fá þetta inn þegar við erum að vinna okkar fjárhagsáætlanagerð og stefnumótun fyrir árin sem framundan eru. Því að þarna eru menn að tala í rauninni býsna stórt verkefni, en mjög áhugavert. Við höfum verið í átt samtal við fulltrúa leigufélagsins Bríetar, varðandi mögulega aðkomu sveitarfélagsins að leigufélaginu og þá höfum við verið að ræða það eins og ykkur kunnugt að það þá mögulega gegnum leigufélagið Ársali og sú vinna í gangi og ég vona á því að við fáum mjög fljótlega svona afstöðu leigufélagsins til þeirra hugmynda sem við höfum lagt upp með, þannig að stjórn Ársala geti tekið málið til frekari skoðunar og vísa því síðan inn til sveitarfélaganna Fljótsdalshrepps og Múlaþings. Aðgerðastjórnin hefur eðli mála samkvæmt
aðgerðastjórn almannavarna hefur fundað reglulega og svo sem ekkert sem bendir til þess að það dragi úr því. Nú eru almannavarnir komin úr neyðarstig á landsvísu eins og ykkur kunnugt, þannig að ég hef ekki von á að það minnki neitt sérstaklega. Við höfum verið að skoða frá því í fyrra sumar, þá var ákveðið að fara og hefja vinnu við skipulagsvinnu vegna stækkunar hafnarsvæðis á Seyðisfirði. Við höfum verið í samskiptum við hafnardeild Vegagerðarinnar og eins höfum við átt vinnufundi og haft samráð við fulltrúa útgerðar og fiskvinnslu á Seyðisfirði. Mér sýnist þetta að vera að fara bara í nokkuð jákvæðan farveg og vona því að hugmyndir verði mjög fljótlega teknar og kynntar inn hjá umhverfis- og framkvæmdaráði. Það hugmyndir sem að menn eru að vinna með núna í augnablikinu. En viðbrögð Vegagerðarinnar við þessum hugmyndir sem við lögðum upp með í upphafi eru þannig að mér sýnist að útfærslan geti vel orðið ásættanleg og líst bara vel á það. Það hefur verið unnið að nýrri húsnæðisáætlun fyrir Múlaþing og ég á von á því að hún verði lögð fyrir til afgreiðslu með fljótlega í byggðarráði. Við funduðum með fulltrúum aðila sem ásamt Landsvirkjun og fleiri hafa verið að skoða útfærslu grænna orkulausna hér á Austurlandi. Það meðal með útfærslu verkefni Orkuverðar Austurlands og munum setjast niður með þeim aftur væntanlega í næstu viku og það svona verður til skoðunar hvort að það yrði mögulega einhvert formlegt samstarfsverkefni sveitarfélagsins og þessara aðila. Við höfum líka átt samskipti við fulltrúa Lungaskólans og eins tækniminjasafnsins þar sem við höfum verið að horfa til þess með hvað hætti sveitarfélagi geti stuðlað að vænlegum rekstri til frambúðar og þau verk eru bara í vinnu. Stjórn sveitarfélaga eða samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum fundaði. Hugmyndin var svo að horfa til vinnufundar í byrjun febrúar og fara síðan í heimsókn í tengslum við þann vinnufund að heimsækja sveitarfélagið á Snæfellsnesi. Það liggur alveg fyrir að þetta verður ekki innan þess tímaramma sem var upprunalega ætlað en nú verið að horfa til þess að þetta gæti mögulega orðið í lok mars. Þannig að það verður bara komið ljós. Varðandi fyrirhugaða ungbarnadeild í Vonarlandi, þá get ég upplýst að hún mun taka til starfa í lok mánaðarins. Það hefur verið sent það tilkynning til foreldra og það hefur verið að horfa til þess að byrja aðlögun væntanlega 24. janúar og því ber bara að fagna að þetta skuli hafa tekist. Eins og þið vitið þá kemur þetta til vegna þess að dagforeldrar voru bara aldrei þessu vant, engin starfandi hér á Egilsstöðum eða Fellabæ í vetur og því var gripið til þessa úrræðis og það hefur ekki gekk framan af ekkert sérstaklega vel við að finna starfsfólk til þess að sinna þessu verkefnum en það tókst síðan fyrir rest og þetta því að fara á stað. Við munum funda með fulltrúum félags eldri borgara á Seyðisfirði í lok-vikunnar þar sem við erum fyrst og fremst að fara yfir hugmyndir varðandi félagsaðstöðu í fyrirhugum íbúðakjarna og þannig að það verður þá hægt að taka síðan afstöðu til þeirra hugmynda hvort að sveitarfélagið verði leiguaðili þess húsnæðis og það verður þá hannað með það fyrir hugum að það geti sinnt í rauninni þessari starfsemi. Stjórn Vísindagarðsins
mun funda líka í næstu viku, núna í þessari viku og þar erum við að horfa til svona framtíðarfyrirkomulagsins. Það hafa verið náttúrulega hugmyndir það að sveitarfélagið mögulega að yrði stærri eignaraðili. Ríkið er sem sagt með meiri hluta í þessu félagi en það samtal mun væntanlega eiga sér áfram. Við erum að klára greiðslu bara svo að það sé upplýst. Þá erum við að klára umsamda greiðslu sveitarfélagsins inn í þetta félag á þessu ári og næsta. En það hefur verið svona ákveðin hugur hjá fulltrúum ríkisins inn í stjórn að mögulega myndi sveitarfélagið taka yfir hluta ríkisins. Þannig að þetta svona hlutur sem við þurfum að ræða. Síðan verður náttúrulega unnið bara að innleiðingu áherslna sem að voru svona mótaðar við afgreiðslu fjárhagsáætlunar í lok síðasta árs og síðan þegar hafin vinna við uppgjör ársins 2021. En svona í lokin þá og líka svolítið í ljósið þeirra umræðu sem að hefur verið hér í kvöld og líka þeirra umræðu sem út í samfélaginu, þá alveg ljóst að svona þegar við fórum í sameininguna, þá áttum við kannski von á því að bæði samskipti við íbúa og atvinnulíf yrðu með öðrum hætti heldur en það hafa orðið. En við náttúrulega sáum ekki fyrir það sem að á okkur skall, annars vegar alheimsfaraldurinn og hins vegar náttúruhamfarirnar. Þannig við hefðum alveg kosið að hafa þetta með öðrum hætti. Við hefðum alveg kosið að halda íbúafundi með öðrum hætti heldur en að vera alltaf eins og við erum að funda núna í dag. Það að segja með fjarfundabúnaði. Við hefum líka kosið að hittast oftar við sjálf. Og ég bind nú vonir við að einhvern tíma ljúki þessu, þannig að við náum að hittast með þeim hætti sem okkur hentar, eða sem við kjósum helst. En þetta hefur hins vegar kennt okkur ýmislegt og við höfum örugglega komið inn á það áður að þetta með fjarfundaformi sýndi okkur það að þetta gerlegt og það hefur líka þetta með það að við erum að glíma við ákveðin verkefni við aðrar aðstöður og við aðra fjárhagsaðstöður heldur við gerðum okkur vonir eða sem við reiknuðum með. Það hefur líka bara sýnt okkur að í okkar samfélagi þá ræður samheldni í ríkjum, menn leggjast á eitt þegar það hallar á og það er svona gífurlega mikilvægt þegar við áttum okkur á því þegar við erum að byggja hér upp samfélag til framtíðar. Þannig að ég vil bara nota þetta tækifæri í upphafi nýs árs og þakka ykkur kjörnum starfsfólki sveitarfélags og íbúum fyrir ánægjulegt og lærdómsríkt samskipti á liðnu ári. Og mér hlakka bara til að glíma áfram við þetta og við þetta verkefni okkar á því ári sem nú hafið og við nokkuð sannfærðir það að við náum að móta þetta með þeim hætti að þetta verði vænlegt samfélag bæði fyrir atvinnulíf og íbúa til framtíðar. Fyrir ég ætla ekki að vera lengra. Takk. Takk sveitarstjóra Björni Ingimundssyni kærlega fyrir þessa yfirferð. Nú dagskrá fundarins tæmd og hér lýkur útsendingu.